það mjög sjaldan issue fyrir mig þegar það eitthvað svona óraunverulegt nema það bara make ekkert sense. Þú veist, þess að ég horfði á atriði daginn í í eitt af uppáhaldsþáttunum mínum sem heita NCIS sem bara, þú veist, þetta svona police procedural. Ekki allir eins og... Já, bara, þú veist, þetta bara formúla. En sko, NCIS bilaslega stórir. Þeir fögnuðu sko, NCIS Universe-ið fagnaði 2000 þáttum daginn. Já. 2045 mínútum þáttum. Ég ekki búin að sjá einn. Já, ég búin að sjá það á alla. Ekki alla 2000 af því að það svona 7 mismunandi spin-offs. Já, en þú búin að sjá svona 700. Já, ég búin að, allavega hana sko. En og það atriði þannig í myndinni, eða atriði í einum þættinum, þar sem að það verið að fremja morð, nefnum bara gæinn bak við tré og svo kemur svona byssa og þú sérð bara hendin og byssuna og hann bak við tréð. Já, miðar ekkert. Já, maður bara svona, hvernig sér hann hvað hann að skjóta? Já, þú ert að tala það bókstaflega að tréð fyrir augunum hans. Tréð hér, hann teygir sig í kringum tréð og skýtur og maður bara svona... Og var það kannski milli augnanna líka? Já, 100%. Nei, og alveg... hann hitti vel alltaf. Já, hann hitti vel og þetta var alveg svona 20-30 metra fjarlægð. En þetta ástæðan ég horfa ekki. Hey, vannmennir þættir. Er það? Vannmennir þættir. Hvernig þess að vannmennir þegar það búið að gera 2000 þættir? Já, ok. Vannmennir á Íslandi. Vannmennir á Íslandi. Er það? Já. Við erum að vera, já. Ég held að þetta sé drasl. Ég ætla að halda mig við það. Þú veist ekki að sjá neitt af þessu. Það verður mjög áhugavert að fara í gegnum innan lista með þér af því að, sko, þú veist, listi minn eiginlega tvískiptur. Já. Hann eiginlega, sko, fyrstu 5 myndinar, svona fyrstu 5-6 myndinar, eru bara svona myndir sem að mér svona genuinely finnst vera góðar bíómyndir. Bara mér finnst þær vel gerðar, mér finnst þær, þú veist, sumar af þeim hafa unnið Óskarinn. Já. Svo fer í draslið. Svo förum við myndinar sem eru bara svona í uppáhaldi hjá mér. Já. Þú veist, bara svona... Er það nátt að vera? Já, bara svona nostalgíu, af því að ég hugsaði líka með mér þegar ég var að gera listan, þú veist, nú hef ég hlustað á flesta alla þættina. Það væri ekkert gaman að koma og gera listan og bara, númer 1 Shawshank Redemption, númer 2 Prisoners, tölum Prisoners í, þú veist, 100. skipti í bíóblaður, þú veist. Allir með hana. Allir með Prisoners, allir með Shawshank Redemption, tökum hérna bara, þú veist, förum bara á IMDb og tökum bara top 10 myndinar þar. En, ég veit sko segja líka, auðvitað, ef að Shawshank miklu uppáhaldi fólki, að sjálfsögða á hann að vera á listanum, en ég vil freka fá, eins og góðvinni minn, Arnar, hann mætti hérna með top 10 lista sinn, og hann var með Amazing Spider-Man 2 og Cars. Já. Ég var í nettu áfalli eftir ég heyrði listan hans. Ég ekki sammálunum, en mér varst geðveitt, og ég elska Arnar, mér varst geðveitt að hann kom allan með sín picks. Mér finnst Amazing Spider-Man 2 vera pínu vannmetinn, og það sem að, sko, þegar ég horf á Spider-Man myndinar, mér finnst chemistryið milli Andrew Garfield og Emma Stone vera best. Mér finnst besti rómansinn vera milli Emma Stone og Andrew Garfield. Þú meinar af þessu Spider-Man pörum? Já, þú veist, þannig að bara ef við tökum bara alla Spider-Man myndinar, mér fannst bara chemistryið og rómansinn og bara sambandi þeirra, mér fannst það vera, þú veist, ég tengdi mest við það. Þá spyrir maður sér líka, ég get alveg tekið undir þetta, eru þau ekki líka bestu leikararnir? 100%. Þú veist, af þessum sem hafa leikið þessi Spider-Man pör. Jú. Það hlýtur og örugglega svona mest classically trained, ég meina, Emma Stone náttúrulega komin í, þú veist, bara búin að vinna, þú veist hvað, 2 Óskarsverðlaun núna. Jú, er það ekki? Var það ekki, fekk hún fyrir La La Land? Ég held hún að fengið fyrir La La Land og hún fekk pottet fyrir Poor Things. Veist það, ég er ekki Ísrael, ég man ekki hver unnu hvað, þó þetta sé bara í fyrra eða hitti fyrra, ég man ekki neitt, en hún er góð, og Garfield líka. Já, ég sá einmitt, sko, en svo finnst mér eiginlega, sko, mér finnst Tom Holland vera svona, ég veit ekki hvort ég myndi segja hann væri besti Spider-Maninn, en mér finnst svona lookið á honum vera, þú veist, líkastur svona þessum krakka Spider-Manna, þegar, þú veist, Tobey Maguire bara, þú veist, hvað er hann gamall í, þú veist, þetta bara svo ef ég færi inn í... 35 ára eða eitthvað? Já, hann bara jafn gamall og ég að leika 14 ára. Þú veist, þetta svo ef ég færi, þetta svo við varum að gera bíómynd og myndi setja mig í fermingafræðslu, Já, einmitt, já. Þú veist. Þetta meikar ekki sens. Þetta meikar ekki sens. En já, þannig að mér fannst það svona Þannig að þú skilur það val hjá Arnari? Já. Á top 10?
Á topp 10, já, ég meina, þú veist, það allir mismunandi, sko. Ég er með myndir hérna sem að þú átt eftir að fróðu fella yfir, sko. Ok, býðum aðeins með það. Málega ég ætla kannski aðeins líka, ég er ekki vanur kannski að kynna gestina beint. Nei. En ég ætla að segja samt svona smá. Þú ert nýr gestur af mér. Já. Það svolítið síðan ég fekk nýjan gest, þannig ég var mjög spenntur fyrir þessu. Já. Ég er búin að keyra svolítið á svona gömlu félögum og svo sem hafa komið oft til mín, sem ég get treyst á. En mér langar alltaf að fá þig. Þú hefur verið að senda mér svona skilaboð á Instagram. Já. Örugglega, ég var að skrolla þessi yfir það áðan. Þú byrjaði að senda mér fyrir alveg 2 árum eða 3 árum jafnvel. Já. Og þú hefur stundum svo aldrei með heyra. Já. Eins og með Harry Potter. Kannski komum við inn á það eftir. Við sjáum hvernig listiðin er. Já. Var þetta Marvel? Já. Hvað sé bara þetta? Já, bara, þú veist. Þú veist, stundum láta mig heyra og ég er stundum leið upp átt bara að lesa skilabóðum frá þér. Þannig ég hugsaði með mér að það var nú gaman að fá þig sem gest. Já. Og þú ert karate þjálfari, eða ekki? Jú, ég er svona karate þjálfari og enga þjálfari líka. Ok, hvað ert múin lengi í karate? 25 ár. Hvað ertu gamall? Ég er 35 ára. Já, þannig að þú byrjaði 10 ára? Já, 9 ára, 10 ára. Þetta er öll ævin mín. Þetta er bara lífið þitt? Ég er búin að vera í karate það lengi að ég man ekki eftir mér frá því að áður en að ég byrjaði að æfa karate. Shit. Ég sá einhverjar gamlar myndir af mér 7 ára eða eitthvað þegar ég var ekki byrjað að æfa karate og ég var bara eitthvað að hlæja og leika mér og ég var bara, já, ég var manneski áður en ég byrjaði í karate. Ég kunni ekki alltaf að sparka. Já, bara, þú veist, en þú veist, ég er bara svona, þú veist, og eins og bara, þú veist, og ég er ekki bara búin að vera í karate í 25 ár, ég er búin að kenna karate í 20 ár. En ok, þú ert þó væntanlega með svarta beltið. Já. Er það ekki hæsta beltið í karate? Það eru mismunandi svört belti. Þú veist, ég er með fullt af nemendum sem eru með svört belti. Já. Ertu með eitthvað hærri gráður eða eitthvað? Já, það eru svo að þú getur verið með, þú veist, 1. svarta belti, 2. svarta belti, 3. svarta belti, 4. svarta belti og það fer bara, þú veist, og þú tekur alltaf erfiðar og erfiðar próf fyrir hvert og einasta svarta belti. Og hvað ert þú? Ég er með 4. Af þá hvað það mörgum? Sko, þau eru 10. Tæknilega séð. En sko... Er eitthvað með það á Íslandi? Nei. Það er enginn með hærra á Íslandi heldur en 7. Og hann er normaður, en þú veist, hann er búin að vera á Íslandi í 20 ára eða eitthvað. En er hann svo eini sem er fyrir ofan þig? Eða eru margir sem eru svipuðum stað þú? Það eru 6 sem eru fyrir ofan mig. En þeir eru flestir hérna, eða sko, og svo verður þetta flóknara af því að það eru til margir mismunandi karate stílar. Frá mismunandi borgum í Japan sem hafa þróast í mismunandi áttir. Þannig að þú veist, einfaldasta leiðin til þess að útskýra munin á karate stílunum er að þú veist að þetta er svona svo bera saman, þú veist, tennis og badminton. Eða tennis og padel. Eða tennis og squash. Er það ólíkt? Já, í rauninni. Þú veist. Ertu þá að tala svo fyrir að tala bíómyndir, ég bara hef áhugað þessu líka. Ertu að tala eins og er ekki til eitthvað svona Shotokan, Kyokushin eða eitthvað, hvað þetta heitir? Er það mismunandi, ertu að tala þá stíla? Það er mismunandi stílar, já. Já, ok. Já, eins og ég er í Shotokan og svo eru, þú veist, eins og hérna, svo er Shitoryu og Goju-ryu á Íslandi. Mér minnir að ég hef heyrt eitthvað að það sé einhver í Kyokushinkai á Íslandi, en það er ekki stór klúbbur. En getur þú sagt bara í stuttumáli, þú veist ekki að fara á alla stíluna, en svona, hvað ertu að tala um? Ertu að tala um, þú veist, er eitthvað, það er ekkert öðruvísi spörk, eða stendur öðruvísi? Stendur öðruvísi, beitir öðruvísi, mismunandi stöður, mismunandi kata. Þannig að til dæmis eins og ég, þú veist, ef ég myndi fara til dæmis á æfingu í öðrum karate stíl, ef ég og þú myndum fara á æfingu í öðrum karate stíl, þú veist, við værum ekki bara, þú veist, það myndi alveg sjást að ég væri í karate. Já, þú meina, ég er algjör byrjandi, og þú reyndur, þó þú sett fyrir annan stíl. Já, þú veist, ég get alveg redda mér, en ég kann samt ekki þessar kata, og það sést alveg, þú veist, eins og þegar það kemur einhver úr Goju-ryu á Shotokan-æfingu, þá sé ég bara, ok, þú ert í Goju-ryu. Þú veist, ég sé það bara líka speitingunni. Hvernig ber sig og svo. Já, og bara svona litli hlutir, bara við erum með hendina þarna, þeir eru með hendina þarna. Við fyrir beint upp bærin og niður, þau fara í ring, skilurðu. Þannig að þetta er bara svona litli munur hér og þar. Er þetta kannski líka eins og, ef þú ert boksari, þú lærir náttúrulega kýla þar. Þú lærir líka kýl í öðrum bardaíþróttum,
Já. En það þá kannski ekki alveg eins. Nei. Þú myndir sjá það bara, þetta er örugglega boxari. Já, þú veist, þú veist, ef þú hefur verið í taekwondo eða boxi eða öðrum bardagaíþróttum, þú veist, ég sé það þegar þú kemur á kartæfingu. Þú veist, ég sé það að þú hefur verið að kýla og sparka áður. Já, þú fengi einhvers konar kennslu í því. Þú veist, þú nærði ekkert að fela þig. Ég er ekkert vissum að ég gæti farið í, þú veist, á Shitoryu-æfingu eða Goju-æfingu einhvers staðar og verið bara hérna og látið bara, ég myndi þurfa virkilega að leggja mig fram til þess að vera það lélegur að ég kæmist upp með að hafa aldrei æft. Þú veist, ég myndi þurfa að einbeita mér að því, sko. Ok, þannig að þú kannt þitt. Já, þú veist, og ég hef líka farið á boxæfingu og bara sett vinstri fótinn fram og sett hendurnar upp og þau bara, ok, þú hefur verið að æfa áður. Já. Þú veist, það er bara þegar maður er búin að vera í þessu x lengi og maður er búin að þjálfa lengi og maður sér, þú veist, ég sé hverjir hafa æft áður og svoleiðis. En segðu mig þá eitt, ef við farum einhverju bíómyndir, er það bara eintumar Van Damme-myndir og... Nei, ég var einmitt að hugsa út í það, ég er eiginlega ekki með, sko, þetta er eiginlega með... Ertu ekki eins og með Karate Kid? Ég er ekki með Karate Kid, Það reyndar væri, það hefði verið ógeðslega fyndið og ég hef alveg spáð í þessu, ef ég hefði bara tekið, sko, ég held ég hefði sendið þetta einhvern tímann á þig, ef ég hefði bara tekið bara Fast and the Furious 10, Fast and the Furious 9, Fast and the Furious 8, Fast and the Furious 7, það væri bara listi minn. Af því að enn og aftur, ef ég hitt einhvern sem er genuinely með þessa skoðun, ef þetta er bara bestu bíómyndir sem hann hefur séð. Hættur að tala við manneskjuna. Nei, ég myndi vilja tala við hann, ég myndi vilja vera vinur hans. En sú manneskja væri eitthvað smá veik. Já, þú veist, ég myndi hlusta á podcast með honum. Bara, þú veist, ég myndi vilja fá bara réttlætinguna á því. Ég myndi vilja fá hann til þess að útskýra fyrir mér af hverju Fast and the Furious 7 er númer 7 og af hverju Fast and the Furious 7 er betri en númer, þú veist. Væntanlega er ekki sem manneskja til. Ég trúi því ekki. Bara fyndu mig á Instagram eða þú ert til. Já, líka konti í podcastið eða þú ert til. Við viljum hitta þig. Við viljum hitta þig. Ertu ekki með eina, ekki segja neitt titra neitt, ertu ekki með eina eitthvað bardaðmynd? Jú. Já, ég ætla að segja, ég var að treysta á það. Jú. Þú verður að koma með eitthvað góða bardaga hasarmyndir. Já. Fleiri en eina? Ég er með 2. Þú ert með 2? Já. Ok, þú ert með Enter the Dragon? Nei. Mér er svo gana að giska. Og þú ert með The Raid? Ég er ekki með The Raid og ég skammast mér fyrir að segja það, en ég hef ekki séð hana. En ég hef heyrt rosalega góða hluti. Og það ég er alveg svolítið segur það. Já. Af því að þú veist, að það eru, þú veist, ég er þessi típa, ég horfa alltaf aftur og aftur á sömu myndinar. En nú þarf ég að upplýsa að mína hlustendur og áhorfendur eitt. Já. Þú ert ekki búin að sjá The Raid. Já. Og ég ætla ekki að skamma þig fyrir það. En þú ert búin að sjá fullt af drasli. Ég veit það vel. Fullt af drasli. Marvel drasli. Þú gefst bara ekkert upp á þessu Marvel-dóti. Gefst upp þar og horfðu á Raid. Já, það er reyndar frábær punktur. Góð punktur. Já. Ha? Já. Þú ert segur þar. Ég er segur þar. Og ég einhver meginn svona, þú veist, og það er einmitt eitthvað svona, þú veist, af því að Marvel er sko, þú veist, en punkturinn sem ég ætlaði að koma með þetta er að þegar það eru bíómyndir sem að mig svona, þú veist, ég á það til að kveikja á myndum bara þegar ég er að gera eitthvað. Ef ég er að fara, mér finnst rosalega gaman að elda, ég ætla alltaf að vera kokkur og ef ég er að fara að elda fyrir eitthvað matabóð og ég er að fá, þú veist, 17 manns í mat og ég er að fara að byrja bara 8 morgunin að baka brauð eða eitthvað, þá á ég það til að vera, þú veist, ég gerir þetta ekki oft. Sér þú það alvöru? Já, ég bara, þá er ég með plan, sko. Ok. En þá er mitt, sko, þá er ég oft með einhverjum svona mynd í bakgrunnum. Ok. Og væntanlega svo þú séð áður. Já, og nýja líka? Ekki oft, mjög sjaldan. En ég til dæmis setti Andor á einhvern tímann og ætlaði að horfa á það meðan ég var að gera eitthvað. Og þá er mitt, sko, ég gafst upp á því af því að þá hugsaði ég bara með mér, ok, gæðin hérna eru það mikil að þetta er svona dæmi, ég þarf að setja síman á fókus, ég þarf virkilega að horfa á þetta og upplifa þetta. Þú spottaði það að þetta var gæðaefni. Já. Þú tímdir ekki að hafa þetta bara í bakgrunninn. Þannig að svona, þú veist, þannig að svona myndir sem að ég er svona, sem eru átakanlegar og ég virkilega þarf að horfa á, þú veist,
ég vinn stundum 12-13 tíma vinnudegi, skilur mig, og bara, þú veist, þegar dagurinn búinn, þá það bara, þú veist, það bara Captain America, skilur. Það ekki hérna, þú veist, ég kem ekki heim eftir 13 tíma vinnudag og herðu, horfum hérna á Anora eða Poor Things. En ekki, sko, nú ætlum ég að bera það saman við matagerð, af því þú segir sjálfur að vera kokkur og greinlega áhuga því. Já. En að horfa bara okkar Marvel drasl, þetta ekki bara svo væri alltaf bara að borða McDonald's? Sko, ég horfa náttúrulega ekki bara á Marvel, sko. Ok, aðeins í þetta, aðeins. Ég skrifaði líka niður af því að ég hlustaði á Hot Takes þættiðinn. Já, með Arnari. Já, mér fannst þið allt og mellow. Ég skrifaði niður, ég er með lista yfir Hot Takes frá mér og ég er að fara að móðga einhvern. Ok, en ertu með það núna hérna? Ég er með það núna. Ok, en þetta er ekki Hot Takes þáttur, en ég er svo forvitin. Geturðu komið með eitthvað núna, eitthvað Hot Take? Reynda að sjokkera mig, reynda að toppa rate sjokkið. Ok. Ég er í sjokki að þú ekki sért ekki núna að sjá hana. Ok. Hvað er með eitthvað Hot Take? Ég og Arnar var bara ómello fyrir því. Já, ég bara, af því ég var svo spenntur. Ok. Ég ætla bara að Þú var sérst vass fyrir vombrum með þáttir. Já, ég var mér virkilega langa að sjá okkur rugga bátnum. Hvað er það? Ok. Frasier er besti gaman þáttur ever. Það er rámt, en ok. Friends er ofmeti drasl. Betur en Frasier? Nei. Þetta er annar þáttur. En þeir eru ofmennir. Þeir eru ofmennir. 100%. Ég hef hitt menn sem hafa skrifað sko BA-ritgerðinar sínar í háskóla Friends. Það er Þú veist bara einhverja félagsfræði ritgerð, loka ritgerð í félagsfræði Friends. Friends. Já. Hefði Game of Thrones verið svona vinsælt án kynlífsatriða? Svarið já. Ok. En er hot take-ið þá, að þú setur þessu spurningu, er hot take-ið að Game of Thrones hefði ekki verið svona vinsælt eða ekki verið kynlífsatrið og nekt? Basically. Eða bara þú veist að þeir lokkuð inn áhörundur með því. Og ég er með annan punkt með þetta, að það eru til fullt af Netflix-seríum. Og þetta er mjög áhugavert ef þú fylgist með þessu í Netflix-seríum að ef það er svona 8 þátta mínisería, það er yfirleitt kynlífsatriði í svona fyrstu 3 þáttunum og svo ekki neitt meira. Af því að allir perranir eru bara nice, þetta er svona þáttaröð og svo býða þið bara og horfa á restina og ég held að þetta sé ástæða fyrir því að Game of Thrones hafi verið svona vinsælt. Ekki sér. Ekki sér. En ég ætla að taka það fram, ég hef ekki séð Game of Thrones. Ég er að rugga bátnum hérna. Ok, þetta byrja vel, ok, þetta er allt rámt hjá þér, en ok, höldum bara fram. Ok, Thor 2 er betri en 3 og 4. Nei. Ég bara, ok. Ekki betur en 3. Kannski ekki betur en 3. Þú sagði það? Já, en sko... Þú mátt ekki bakka? Nei, ok. Ég er bara þar. Ég fíla ekki fyndinn Thor. Nei. Fyrir mér, þá er Thor svona stóískur karakter. Skilurðu mig? Hann er the God of Thunder. Hann er ekki, þú veist, hann er ekki að reyta af sér brandarana hægri vinstri. Nei. Og mér finnst Ragnarök góð mynd. Og það er líka mjög áhugavert að við erum að tala um MCU. Það er hægt að rekja trend í MCU eftir því að þau gengu vel. Þegar No Way Home gekk bilaslega vel, þá byrjuðu að koma tilbaka með alla gömlu karakterina. Þegar Ragnarök gekk vel, þá byrjuðu allar Thor-myndinar að vera ógeðslega fyndnar. Þegar Civil War gerði svona hype í kringum það, við erum að koma með Spider-Man, við erum að kynna Spider-Man inn í þessari mynd. Þá byrjaði það allt að þá fóru nánast hver einasta MCU mynd núna sem er bara eitthvað, þessi karakter er í henni. Þú veist, eins og Black Panther 2, það var ekki mikið hype í kringum það, við störtum Ironheart-seríunni í Black Panther 2 og við kynnum inn Namor. Þannig að þeir að kynna inn 2 auka karakterar til þess að halda fransæsinu gangandi. Ég þurfti að pæla eins betur í þessu, ég hafði ekki hugsað þetta svona. Nei, en þetta er gegnum gangandi. Það er eins og það séu einhver svona corporate heads. Nefnd. Já, það er bara eitthvað svona nefnd sem að fattar það bara, ok, þetta seldi ógeðslega mikið, gerum þetta consistently í gegnum myndinar okkar. Já, en er það, já. En sko... Er það sniðugt? Já. Er það sniðugt? Nei, það er ekki sniðugt. Ég er líka komið með annað að mér fannst Thunderbolts. Þú
þú sást ekki Thunderbolts. Mér finnst Thunderbolts vera top 10 ef ekki top 5 MCU-mynd. Vá, þetta gæti verið hot take. Þetta gæti verið hot take. Mér fannst Thunderbolts frábær. Eru bara að tala 9 einhvern og 10 eða eitthvað? Þú segir frábær. Já, þú veist. Allavega 8. Já, ef ég ber hana saman við, þú veist, ef ég tek hana í þessari deild, skilurðu mig? Marvel-deildinni. Já, þú veist, ég alveg þar, skilurðu mig, ég ber ekkert endilega saman, þú veist, ég ber ekkert endilega saman, þú veist, hérna... Eitthvað gæðamynd og svo þannig. Já, þú veist, við erum ekkert mér finnst galið að ætla að reyta, þú veist, Ant-Man 3 og Poor Things á sama skala. En af hverju? Af því að mér finnst þetta bara vera öðru vísi. Mér finnst þetta vera eins og að bera saman, þú veist. En er ekki gæði saman sem gæði? Jú, en list er ekki saman sem list. Þú veist, mér finnst list vera öðru vísi. Ég var með það hot take einu sinni. Það er búin að skipta skoðun? Nei, ég er aðeins búin að bakka með þetta. Komdu með það. En ég veit að Ásgeir Kolbens verður fróðufellir í þessu. Af því að þið tóku 20 myndir í þessu. Mér finnst Barbie og Oppenheimer svipa jafn góða myndir. Veistu það, ég get samt alveg skilið hvað talum. Já, þarna. Af því að mér finnst rosalega mikið af ósanngjarni gagnrýni á Barbie. Af því að það sem að ég sé þegar ég bara sé Barbie einu sinni. Mér finnst samt Barbie er ekki gamanmynd. Og ég held að rosalega mikið af fólki sem var vonsvikið með myndina hélt að það væri að fara á einhverjum svona finna skemmtilega fjölskyldumynd. Ok, býtu, hvað ef hún er ekki gamanmynd, hvað myndir flokkana segja? Drama? Nei, ég myndi flokkana bara sem femíníska ádeilu. Já, ok. Ja, þú skilur hvað ég við, af því að öll myndin fjallar bara það að hún er að verða þú veist, að hún er að verða independent kona. Ok. Og þetta er bara, þú veist, þetta er... coming of age, saga? Já, og þetta er eiginlega bara, mér finnst, þú veist, leikstjórinn, hvað hétt aftur leikstjórinn? Greta Gerwig. Já, mér finnst hún hafa notað þannig Barbie sem miðil til þess að koma, þú veist, femínískri baráttu áfram. Ok, að þú strax komið skemmtilega áhugaður púnta. Skilur þú hvað ég er að fara? Ég skilur hvað, málega, ég hef alltaf sagt að það er að bera saman næstu í hvaða myndi sem er. Já. En þá er ég að tala að því að eins og Dumb and Dumber eða, ég veit ekki, eitthvað svona Superbad, eitthvað svona góð gamamynd. Já. Finnst mér alveg að heima í eitthvað umræði þar sem við erum að bera saman hryllingsmynd eða góða hasamynd ef að myndinni tekst það sem hún er að reyna að gera í sínum flokki. Þetta er mitt punktur sem ég ætla að koma með. Mér finnst að þegar við tölum myndir, hversu vel tekst henni að segja söguna sem að hún er að reyna að segja. Skilur mig? Af því að þú veist, þessi hérna mynd er ekki að reyna að vera eins mynd og þessi hérna. Skilur mig? Ég skil hvað það. Þannig að þú dæmir myndina út frá því sem hún er að reyna að gera. En sorry, það sem ég sé þá líka móti, ef við tala um overager, að ég hef heyrt þetta líka bara, já, þetta er bara svona pop og coke mynd, Hafsteinn, af hverju svona grófur, hvað meinar ég? Þetta er bara pop og coke mynd. Já, en þá vil ég frekar mína pop og coke mynd eins og Indiana Jones og bara Raiders of the Lost Ark eða Last Crusade eða Jurassic Park fyrsta. Það er pop og coke mynd. Mér finnst alveg sanngjarnt að bera þær saman. Þú veist, ég er bara að tala að eins og með overager myndir, ef að þú segir til dæmis, já, bara eins og Ant-Man 3 eða eitthvað, tókst hann sem dæmi. Ég var svo erfitt með að segja, já, ég er bara sáttu með þetta, að þetta er svona overage eitthvað ævintýrmynd. Þegar það eru til miklu betri overage ævintýrmyndir, það er að sér að tala um. Mér finnst líka sko... Akkur er ég þá sætta með Ant-Man 3 þegar Iron Man 1 er til. Eða þess að ég bara takk hver dæmi. Eða Civil War eða Infinity War. Já. Mér finnst líka sko, hérna... Já. Við erum ekki sem byrjar að lista. Nei, en þú veist, þetta er bara... Gaman. Þú veist, við erum búin að vera að tala um þetta í 3 ár á Instagram. En hérna, ég er með næsta hot take-ið mitt, er það að Kevin Feige eyðilagði kvikmyndaiðnaðinn. Af því að Kevin Feige sannaði fyrir nefndinni að það er hægt að búa til universe sem að þénar þetta mikið pening og þá stofnuðu öll framleiðslufyrirtæki fóru þá að reyna að búa til universe til þess að búa til Infinity vor sögu til þess að þéna þetta magna pening. Hugsaðu Disney... Já, ég veist að ég held þessi sammálaðir. Hugsaðu Disney sem fyrirtæki fyrir og eftir MCU. Og líka, þá ætlum ég bara að koma með eitt sem tengist þessu einhvern veginn.
þá myndi hefur þessi John Wick myndinar? Já. Ok. Ef að Marvel var ekki til, og ég er að fara að taka undir þessu segja, ef að Marvel var ekki til, nákvæmlega. Hefðu við fengið Ballerina? Hefðu við fengið Continental? Nei. Þetta er góða punktur. Já. Þetta er gott tek. Þú veist, og við erum alltaf að sjá, þegar einhver mynd gengur vel, þá er alltaf að reyna að expanda universe. Þú veist, það er voðalega lítið af standalone og það er alltaf eitthvað svona, þú veist, ég meina, þú veist, og það kom þarna tímabil þar sem að var verið að gera þættu allt. Ég horfði á skammarlega mikið á þessum þættum. Það komu Minority Report þættir, ég reyndi að horfa á þá. Ég man ekki. Þeir voru ógeðslega lélegir. Herrum, það komu Rush Hour þættir. Ég reyndi líka að horfa á það var ömurlegt. Ég vissi ekki svona aðeins. Já, þú náttúrulega vissir af Lethal Weapon þáttunum. Ég vissi af Lethal Weapon þáttunum. Já. Og líka þeir gerðu ekki True Lies þættið? Jú. Er það ekki? Jú, ég reyndi að horfa á þá líka. Þeir voru ekkert eðlilega lélegir. Þeir voru ekki jafn lélegir af því að ég man eftir því, ég var að horfa á svipuðu tíma og She-Hulk var. Svo varst þú bara gett sáttur með She-Hulk. Ok, geðveikt sáttur. Það er kannski ekki alveg rétt. Sko, ég hata það ekki. Ég beið eftir að hlusta á þig drulla yfir She-Hulk af því þú vorst búin að vera að drulla yfir allt MCU mynd. Svo kom She-Hulk og þú ert bara eitthvað, já þetta er bara fínt. She-Hulk er versta afturreykarefni sem við erum búið til. Nei. She-Hulk fjallar ekki neitt. Það gerist ekkert í þáttunum og svo enda vondigallinn Kevin Feige sem vélmenni. Ég er ekkert að segja, ok, ég ætla ekki að fara að verja hérna She-Hulk. Shit, þetta byrjar skemmtilega. Já. Þú búin að láta mig heyra hérna strax bara í byrjun þáttarins. Já, She-Hulk, ok, geðveikt sáttur. Það er svolítið, ég er ekki alveg þar. Förum í listan. Ertu búið með hot takes? Varstu með 20 þannig? Ég er með eitt enn hot take. Ok, hvað er með það? Klárum þetta. Ef þú setur Kill Bill 1 og 2 saman, þá verður að setja Infinity War og Endgame saman. Ég er ekki alveg sammála þessu. Af því að Tarantino hugsaði allt sem eina mynd. Ekki Russo bara, þetta átt alltaf að vera 2. Já. Harvey Weinstein köttaði basically Kill Bill, sko. Já. Þannig að þetta er ekki, ég get ekki tekið alveg til það. Þá getur líka mitt sagt eins og Back to the Future 2 og 3 eigi líka verið einmitt. Já. Tekið upp back to back. Já. Samt, skilur við. Mér ekki alveg. Ég skil hvað og Tarantino sjálfur lítur á Kill Bill sem eina mynd. Já. Hann telur hann ekki með sem 2. Já. Ég er bara þar. Ég eiginlega get ekki hort á Infinity War án þess að horfa á Endgame strax eftir á. Ég nenni ekki að fara að sofa og bara horfa allar á uppáhaldsofritinu mín að deyja og svo segi ég bara góða nótt og bara þetta er bara búið. Og þá bara verða að taka 3 tíma mynd sem er eftir. Hvað er betri? Þó að sagt þetta að vera eins og ein mynd. Já. Mér finnst, sko, ég er mikill heitir á part 1 og 2. Og hérna, þegar það eru svona myndir sem eru svona framhaldsmyndir. Splittaðar. Já. Þetta var rosalega mikið í taugunarum með síðustu 2 Mission Impossible. Mér fannst næst síðasta Mission Impossible bara leiðileg. Er það svo nýjustu? Ég er búin að sjá nýjustu. Fannst hún betri? Mér fannst hún aðeins betri. En mér fannst samt sko, en þú veist, þeir voru bara svo mikið, þú veist, mér finnst þetta að vera svo mikið það sem Star Wars gerir. Star Wars gerir einhverja vitleysu og reynir svo að redda sér með einhverju svona annari sögu. Eins og Samuel L. Jackson vildi fjólublátt lasersverð af því að fjólublátt lightsaber uppáhaldsliturinn hans. Af því að það er uppáhaldsliturinn og honum fannst það cool og þá þarf Star Wars kanon að fara tilbaka og segja já, það er af því að þeir eru samin að light and dark þá verður á fjólublátt, já, geggjað. Já, mér að þurftu að útskýra. Já, þú veist, þannig að Star Wars er notorious fyrir þetta, sko. En ég vissi ekki að þeir eitthvað þurft að rökst þetta. Meinur að því góðu kallinu Jediinu voru alltaf með grænt eða blátt. Já, þeir eru alltaf með grænt eða blátt, svo kemur bara einn gaur með fjólublátt og þeir eru eitthvað, já, lightsaber stíllinn hans er svo aggressífur og hann saminar light and dark og eitthvað, nei, þetta var bara Samuel L. Jackson og verið með stjörnustæla. En ég er ekki saman því. Hann líka Samuel Jackson, hann er töffari. Já. Hann má hafa fjólublátt sverð. Já, en þú veist, þeir eru alltaf að redda sér með einhverju svona. Já. Bulli. Já, þú veist, þeir þurfa alltaf að fara tilbaka og semja eitthvað bara, heyrðu, við skitum þarna, getum við ekki samið eitthvað nýtt? Getum við ekki ráðið einhvern nörda til að koma inn og útskýra af hverju Samuel L. Jackson er með fjólublátt sverð? Já. Ok, góða punktur. Varstu búið núna? Ég er búið núna. Það var síðasta. Ok, nú getur þátturinn byrjað.
Hún var hvað, 30 mínútur, 40 mínútur hérna, eins og ég segi, við erum múin að vera að safna upp í þetta í 3 ára eitthvað. Já, og líka podcastið mitt heitir Bíóblaður. Maður bara við erum að blaður bíómyndir. Ég reyni svo ég get átt að halda utan um það. Stundum erfitt, sérstaklega þegar ég er spenntur að fá að hitta nýtt fólk og það hefur eitthvað skemmtilegt og áhört að segja, þá detti ég bara eitthvað gott spjall. Förum núna í topp 10 listan. Ok. Þannig að bara þið sem að hlusta núna, þetta áttu bara að vera topp 10 þáttur. En ég er að hitta Vilja fyrst skipti núna, það er svo gaman að spjalla það. Og ég er reiður. Þú ert ekki alveg sáttu við mig. Það er einhver friends aðdáandi sem að fara að slæta inn í DMs hjá mér. Og segja þetta svo rugglega. Já. Herri, förum í topp 10 listan. Okay. Þú varst aðeins búin að svona útskýra hugsanagangi inn á bakvið listan. Já. Þannig að við getum bara að henda okkur í þetta. Okay. Við byrjum honum við 10 og þið sem þekki þetta podcast, það við hlusta á þessu topp 10 þetta hjá mér. Ég veit ekkert hvernig listin er. Mér finnst það skemmtilegast. Ég vil ekki að fólk sendi mér að fyrirfram. Nei. Ég vil það koma mér óvart. Hvað er nummer 10? Herru, nummer 10 hjá mér er mynd sem kom út árið 2024. 2024? 2024. Já! Íslensk mynd frá árinu 2024. Shit, ég er svo lélegur í þeim maður. Og hérna, þetta er myndin Snerting. Herru, þú varst þetta búin að senda mér eitthvað á Instagram hana. Þetta er... Hvað hún hafi verið góð. Sýsti mín var ógeðslega hrifin af henni, veit ég. Já, þetta er... Ég horfði á hana í morgun bara. Af því að ég er í sumarfríi og ég hafði ekkert að gera. Já. En ég bara svona rifjaði hann upp að því ég vissi að ég væri að fara að tala um hana. Sástu hann í bíó? Ég sá hann í bíó. Og mér finnst gaman að fara á íslenska myndir í bíó. Út af? Mér finnst bara gaman að styðja. Styðja bransan? Styðja bransan og svoleiðis. En hérna, þetta er bara, það hefur engin íslensk mynd hrift svona við mér. Skilur mig. Ég man eftir þessu bara þegar ég var í henni í bíó, mér finnst hún, og ég er, þrátt fyrir alla vitleysuna sem ég er búin að koma með núna, að svona, þær myndir sem að mér finnst bestar, svona sem að mér finnst vera bestu svona kvikmyndinar, eru eiginlega myndir sem að svona, sem eru með rosalega góðum, sem að leggja mest upp úr handriti, góðum sögum, góðum personum og góðum leikurum. Mér finnst ég dett miklu meira inn í það. Ég get ekki hasarmyndir sem eru ekki, sem eru ekki með góðri sögu. Af því að þá er mér alveg sama um karakterinn. En getur það John Wick? Fyrst það er ekki að segja þessi góð saga. Nei, þetta er ekki góð saga og hérna, og mér fannst John Wick vera eiginlega, John Wick 1 vera svona, eiginlega best. Af því að hún er mest, þegar þú spáir í þeim, hún er mest svona down to earth. Við erum komin út í svo rosalega mikið worldbuilding í 4. Já, algjörlega. Það var bara ofurhetja. Já, hann er bara ofurhetja og mér fannst þeir fara allt og langt með jakkafötin sem að þeir notuðu til að hlífa sér sem voru skotheld. Mér fannst það bara svo cool. Já, þetta er ógeðslega cool. Mér fannst bara örlítið og mikið af þessu. En þetta er ógeðslega cool myndir og ég fílaði þær í drasl. En númer 1 fannst mér best að því leiti að hún var svona, þeir bara drápu hundina og hann var bara reiður og hann bara hefna sín. Við erum ekkert að finna upp hjóli í hana. Nei. Og ég held líka að hún hafi verið svona vinsæl af því að ég held að tengi svo margir við þetta. Þú drafst lítinn sætan hvolp, skilurðu mig. Það langar mér að drepa 200 manns. Já. Ok, sorry. Höldum okkur snertingu. Mér langar bara að spyrja út í það því við nefnum það saman. Þannig að það sem ég upplifði þegar ég horfi á myndina er, að mér finnst þetta að vera, frábæri leikarar, mér finnst þetta að vera frábær saga og hún kemur manni svona, þetta er eiginlega bara drama og rómantísk mynd sem kemur manni samt á óvart og hún er einhvern veginn svona, hún nær að vera feel good mynd á sama tíma hún er ógeðslega sorgleg, á sama tíma hún er ógeðslega rómantísk. Ég þarf að tjekka hann, þetta er auðvitað mynd sem ég vissi af og systir mín einmitt, hún hafði sendt mér skilabóð og sagði að þetta var bara besta íslenska mynd sem hún hefði séð, hún að orðaða þannig. Ég er svolítið þar líka, sko. Já, það er ekki önnur íslenska á listanum. Nei. Hefur verið íslensk mynd á topp 10 lista áður? Ég er búin að taka svo marga þætti. Já. Í fljótu bragði, ég held ekki, Nei. En hlýtur ekki að vera. 1. Ég man ekki eftir því. Nei, kannski ekki. Þú ert búin að hlusta á nokkra topp 10 þætti. Ég man ekki eftir því í fljótu bragði. Já. Þannig að þú ert kannski bara
Brjóti í sig núna? Ég að rugga bátnum. Nú fara fleira hermið til þér, nú koma fleiri með íslenska myndir á top 10 lista. Ok, Snerting, þetta er Baltasar Kormákur. Þetta er Baltasar Kormákur. Byggt á bók, eða ekki? Jú, byggt á bók. Og ég þarf svolítið af því að ég sagði einhvern tíma við þig að mér finnst að myndir sem að væru byggðar á bókum væru betri sem míniserjur. Alveg, það varst þú sem sagði það. Já, þú varst ekki sammála með þér. Ég tók náttúrulega bara sem dæma þegar ég náttúrulega til góða bíómyndir sem eru. Svo þegar ég var að gera þennan lista, svo þegar ég var að skrifa niður lista minn, þá fattaði ég að svona 3-4 myndir á listanum eru byggðar á bækum. Já, það eru svo margar góðar sem eru byggðar á bókum. Já, en mér finnst bara svo oft þegar ég er að horfa á myndir sem eru byggðar á bókum, að það kemur eitthvað svona atriði eða það er einhver svona saga, hliðarsaga eða eitthvað, svona sem að ég finn rosalega mikið fyrir þessu í Harry Potter. Ég finn rosalega mikið í þessu eftir að ég sá myndinar allar ógeðslega oft áður en að ég hlustaði á bækurnar. Já, þannig að þú hefur hlustað á alla bækurnar. Já. Og auðvitað séð allar myndirnar. Já. Þú vilt að meina það að, bara eins og núna, þeir eru að fara að gera seríur. Já. Segjum að myndirnar aldrei kom út. Já. Bara sem bækur eru til og þú er búin að hlusta á þær, var aðdáandi og væri til að sjá þetta í leiknum formi og þú fengir að velja. Bara viltu fá big budget blockbuster bíómyndir eða viltu seríu, HBO-seríu. Þú ert að segja það að þú myndir velja frekar HBO-seríuna. Já. Eða fá fleiri klukkutíma fyrir söguna. Ég held það, já. Af því að það sem að ég upplifi með, þú veist, og það sem að ég kannski upplifi mér finnst Harry Potter myndirnar voru gerðar fyrir krakka. En Harry Potter bækurnar eru alveg rosalega dark. Harry Potter bækurnar fjalla í grunninn rasisma. Einmitt. Voldemort bara rasisti og hann bara að reyna að þurrka út kynstofn. Já, hann bara hreinræktað eitthvað. Já, þú veist, þannig að, og það er svo mikið af, þú veist, það er svo baksagan hans Voldemorts og það er svo mikið af alls konar sögum sem að, þurft að kött út. Sem að þurft að kött út. Ég held til dæmis að þú myndir eftir að fíla HBO-seríuna betur af ef að þeir leyfa sér að gera Harry Potter sem eru trú til bækurnar og fara í þessa myrku kafla. Heldur að gera það? Ég veit það ekki. Það er náttúrulega, peningurinn er fjölskyldumegin. Það er málið, Það er svolítið þannig, En ég er samt spenntur fyrir þessu konsepti, En hversu cool væri það samt? Þegar nú erst þú að segja með þetta, ég hef ekki lesið bækurnar. Þetta er bækur sem ég langast til að lesa fyrir strákana mína. Já. Þeir eru kannski aðeins eldri. En nú erst þú að segja með þetta. Að því hversu cool væri þá ef HBO ákveður að gera seríuna svona, eins og þú ert að tala þá þeir svolítið svona að skilja sig þá frá bíómyndunum. Að því í dag, þá náttúrulega svo margir aðdándur Harry Potter sem kynnast þessu í gegnum myndirnar. Já. Og það fólk líka er svolítið hávært kannski í dag og það verður gaman að fylgjast með þegar þetta fer að koma út, seríunar. Þar sem fólk bara, þið er ekkert að vera að toppa myndirnar. Hvað er það að pæla? Já. Þannig ég er svona að pælaðist, væri ekki svolítið cool ef við myndu bara, þú veist ekki alveg hvað við erum að fara að gera. Við ætlum að gera það svona. Já. Ég elska myndinar. Bara svona sem nostalgíu eitthvað. Ég held samt að það verði ekkert mál að toppa þær. Já. Ég held að verði ekkert mál. Ekkert mál? Af því að það er svo mikið af episkum atriðum sem að maður hlustar á í bókinni eða les í bókinni sem eru, þú veist, og maður sér þetta fyrir sér og þetta er bara ekki í myndunum. Þannig að... En hafa peningi til þess að gera þetta svona flott í þáttum? Þú veist, þeir hafa peningi fyrir hvað sem er, Nei, ég segi að því maður sér maður ekki alveg ennþá samt mun á risa bíómynd. Sér ekki mun á Lord of the Rings og Rings of Power? Já, ég sá ekki Rings of Power. Nei, ég er að taka eitthvað dæmi, skilur. En, jú, örugglega. En, þú veist, það væri gaman ef þeir fara í, og ef þeir gefa sér tíma. Og eins og ég segi, þetta er það sem að ég fann alveg fyrir þessu líka þegar ég var að horfa á Snertingu. Að mér fannst alveg vera svona, þannig er eitthvað atriði sem að er örugglega, sem eru örugglega betur, þetta er örugglega eitt atriði sem eru örugglega kafli í bókinni. Já, ég skilji. Skilurðu mig. Þess vegna er ég svolítið með þessa skoðun. Þetta er ekkert vitlaust, Ok, Snerting, þú mælir með henni. Ég þarf að tjekka henni. Mér finnst stundum svolítið leiðilegt hvað er erfitt að nálgast íslenska myndir eftir að það eru búinir í bíó. Já. Ég allavega, þegar ég var búin að,
þú veist, já, mér finnst þetta frábær mynd. Ég er bara búin að heyra góða hlutum hana, frá fólki sem ég þekki. Já. Herra, ég kom með 9. Númer 9. Hún kemur út árið 2022. Já, þú ert kannski ekki svo teitur félag minn. Hann minnir hann sem svona 10 ára reglu eða eitthvað. Já. Hann vil bara ekki... Sumar af þessum myndum hef ég bara, eins og þessi mynd, ég hef bara séð hana einu sinni, ég sá hana bara í bíó, en hún hreyfði svo mikið við mér. Þú Top Gun Maverick. Hvaða mynd er það? 22? Þetta er The Whale með Brendan Fraser. Ég ætla að sjá það. Ég er ekki múin að sjá þetta á slusta. Ég er alltaf að leiðin að horfa á hana. Þetta er rosalega góð mynd og þú veist, þetta er svona alveg frá bara fyrsta atriðinu, þú veist, þá sat ég límdur við skjáin og þetta er eitt rosalegasta opnunaratriði í bíómynd sem að ég hef séð. Í The Whale? Já. Og hann sér að bara fyrsti ramminn sem þú sérð, þá er hann þannig bara vel þéttur maður, bara lífshættilega þéttur maður, að skulum segja að hrista sig yfir hins eigin erótísku efni með KFC-fötu við hliðin á sér. Er það fyrsta atrið? Það er fyrsta atriði og svo í miðjum hristinga þá fær hann hjartaáfall og það kemur trúboði og bjargar honum. Ég er frá þess að mynd í kvöld. Já, þú ert bara, hvað bíómynd byrjar svona? Hvað mynd er ég frá að horfa? Já, þú veist, og það er svo margt, þú veist, Darren Aronofsky, leikstýrinni. Ég er bara hrifinn á honum. Já, og hann þú veist, og það sem er svo skemmtilegt, þú veist, það sem ég tengi líka við í myndinni, er að, þú veist, það kemur fram í myndinni að hann hafi alltaf verið, þú veist, hann er í þessum pakka, hann er orðinn það feitur, hann getur ekki staðið upp. Hann er með göngugrind og það er bara rosalega erfitt fyrir hann bara þú veist, bara daglegt lífur og bara rosalega erfitt fyrir hann. Er hann bara hændastóli eða eitthvað? Já, þú veist, og hann vinnur bara svona fjarvinnu, hann er kennari og hann, þú veist, hann er alltaf með slökkt á myndavélina þegar hann vill ekki að fólk sjáu sig. Já, einmitt. Og já, þú veist, og það kemur fram í myndinni að hann var ekki alltaf svona þungur, en hann var alltaf frekar þéttur. Og svo kemur það í rauninni fram í myndinni að hann missir eiginmanninn sinn, þess að kærastinn hans deyr eða eitthvað, og þá bara springur hann út. Já, bara sorgin og... Já, og ég hef svolítið tekið eftir þessu, því að ég vann á tímabili og þá var ég að þjálfa fyrir Virk, sem er starfsendurhæfing. Einmitt. Og rosalega mikið af því fólki sem kemur þangað, þú veist, og er að lenda í þessu, þú veist, þetta er bara eitt tráma. Já, sem þarf til. Já, þetta er bara, þú veist, þú þarf bara, þú veist, það er eiginlega alveg sama hver þú ert, sko, við erum eiginlega bara öll einu tráma frá því að bara, þú veist, að lífið sé bara ónýtt. Ég meina, sumir mitt flýja kannski í alkohól, aðri flýja mitt mat, alls konar, þetta er alveg rétt hjá þér. Og það er atriði í myndinni, ég ætlum ekki að spoila myndinni of mikið. Ekki spoilni? Nei, en og mér finnst dóttirin líka, því að hann á dóttur í myndinni, og mér finnst rosalega skemmtilegt hvernig hún er skrifuð. Er þetta ekki myndin svolítið þeirra samband? Myndin er svolítið þeirra samband, en hún fer ekki í svona, þú veist, ég skal bara segja, hún fer ekki í þá átt sem að þú heldur hún fari. Þú veist, þetta er alveg svona, þú veist, þú alveg bara svona, þú heldur og þú sérst að fara að horfa á bara eitthvað svona klassískt Hollywood, þau bara, þú veist, verða vinir aftur og hún kynnist pappa sínum på nýtt og þetta verður allt voðalega fallegt, en myndin fer svo bara í allt aðra átt. Sem ekki aðeins? Já, svo, þú veist, þetta er alveg hugrökk mynd og ég sat alveg bara, þú veist, ég man í bíónu, ég var límdur við skjáin og ég man að ég kom út af myndinni bara hræður. Og sendið mér skilabóð. Já, bara brjálaður. Bara þessi mynd er jafn góð og Ant-Man 3. Nei, ég man að þú sendið mér skilabóð með The Whale. Já. Þú ert að selja mér hana. Ég bara skammast mér fyrir að ekki sé hana. Ég horf á Whale og þú horf á Reit. Já, þetta er komið. Sanngjarnt. Þetta er komið. Var hann góður í henni? Brendan Fraser? Er svona hversu góður? Það er bara leiksigur. Er hann í uppáldi þér, þessi leikari? Nei. Þú veist, ekki þannig. Þú ert ekki svona mömmi maður og eitthvað? Nei, þú veist, jú, ég sá mömmi 2-3 þegar ég var krakki,
en þetta var ekkert eitthvað svona, þegar Mummy Universe var að koma, þá var ég ekkert að missa mig, sko. Það var annað universe. Það var annað universe, þeir reyndu það líka. Þeir eru búin að reyna allt. Já. Þeir eru búin að reyna allt. Ok, The Whale, já. Ég hef náttúrulega ekki að segja mér sem veit, ég hef ekki séð hana. Nei. En hún hafa verið mjög góð og hún er nú verið nokkuð svo nefnd í þessu þætti. Já. Eða sérst í podcastinu. Já. Þetta er mjög góð mynd og eins og ég segi, þú veist, þetta er svona, flestar af þessum myndum sem að svona, eru svona myndir sem að eru svona sem að mér finnst vera virkilega góðar, eru bara svona heavy karaktermyndir. Þú veist, hérna... Það er samt gaman, eftir okkar svona stuttu kynni á Instagram, þá held ég bara, hann vilja horfa bara drasl. Já, ég hef alveg verið, já, ég skilði það. Ég held að þetta er bara Karate Kid 1, 2 og 3. Já, Karate Kid 1, 2 og 3 og svo rebootið með... Og nýjana Legend sem var að koma. Já, ég er ekki búin að sjá hana, sko. Nei, aldrei að sjá hana. Mér fannst reyndar hérna Karate Kid með Jaden Smith. Mér fannst Jackie Chan mjög góður í henni. En okkur hétt hún ekki það Kung Fu Kid? Þeir eru ekki, er það ekki rétt hjá mig? Jú, það er ekkert karate í myndinni. Það með þess að kemur fram í myndinni. Það er lína ég man að ég sat í bíónu og Jaden Smith eitthvað, þetta er ekki karate, þetta er Kung Fu. Ég bara, á hvaða mynd er ég? Hvað er ég að gera hérna? Mér minnir mörgur að ég hafi planað, þú veist, af því að þú veist... Hélst þetta verið karate? Nei. Þú veist. En mér minnir að ég hafi planað, sko, mér minnir að ég hafi gert það þannig að ég hafi farið með karate-deildina. Þú veist, bara tekið bara eitthvað svona, jæja krakkar, það er hérna hópefli, við ætlum að fara í bíó. Ég mætti hana bara með 30, 10 til 12 ára kvikindi. Allir bara pop og kók og bara Karate Kid. Svo bara, þetta er Kung Fu. En af hverju, ég veit augljós ástæðana að þú veist, Karate Kid er alltaf eitthvað svona IP. En af hverju hét hún ekki bara Kung Fu Kid? Ég veit það ekki. Bara nútíma Karate Kid, nema núna er krakkin ekki að læra karate, hann er að læra Kung Fu. Já. Hvað er verið að því? Svo er komið 10 ára senna, Taekwondo Kid. Já, höldum bara áfram. Aikido Kid, MMA Kid. Franchise. Universe. Þetta var barda íþrótt á Universe. Herru, ég er seldur, sko. Góð hugmynd. Hvað er númerið á Fæki? Þökkum Fæki fyrir þetta. Ok, shit, ég maður ekki svo hvað að tala um. Akkur vorum að tala um karate. Já, við vorum að tala um The Whale, sem er sko töluvert öðruvísi mynd heldur en Karate Kid. Þú horfir á gæði líka. Já. Þetta byrja þannig. Ég er bara að bíða eftir að ég verði eitthvað svona hneykslaður. Þú verður hneykslaður eftir. Höldum áfram. Hvað er nummer 8? Já. Herru, nummer 8, þá er ég með mynd frá 96 sem að heitir Primal Fear. Já, ok, loksins mynd sem ég er búin að sjá. Nokkur þessum. Ok, Primal Fear, geðveik mynd og líka bara svona, þetta er bara svona mynd. Ég skrifaði þetta með þess að niður. Þú veist, þetta er bara Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton, Frances McDormand, Andrew Brower sem að, þú veist, lék hérna Captain Holt. Hann er látin, eða ekki? Jú. Sorglegt maður, hann var ekki það gamall. Nei, og hérna, og John Mahoney sem að leikur Martin Crane í Frasier frábærlega. Sorry, eitthvað stutt. Veistu hvað mynd ég tengi alltaf John Mahoney við? Nei. Striking Distance með Bruce Willis. Hann leik pappans. Já, ég hef ekki séð hann. Löggu 90s aðsmynd. Ok, hvað sér ég? Já, Primal Fear, geði ekki leikarar, en af hverju er hann svona þín lista? Ég sá hana þegar ég var ungur og ég man bara hvað mér fannst bara plottið í henni gott. Gott tvist. Hrikalega gott tvist. Og líka bara svona, þú veist, ég horfði á hana með kæristinu minni gær eða fyrradag og þú veist, og ég var að mynda að segja, þú veist, að það er svo oft sem maður bara horfa á þessar myndir, einhverjum svona myndir og maður er bara svona, já, þú veist, hann er svona, þetta er ekki raunveruleikinn. En þegar þetta twist kemur, þá er maður bara, god damn. Og þeir leysa ekkert twistið. Richard Gere þarf bara að lifa með því. Já, þú meinar þeir... Þú veist, það er ekkert eitthvað, hann reddar þessu ekkert og myndin endar ekkert vel. Basically, Edward Norton vann. Já. Þú veist, bara... Það er geðvögt. Í rauninni, sko. Og hann verður bara laus eftir mánuð. Það er svo leiðilegt, að því hann er greinlega svo klár. Karakterinn hans. Það er svo leiðilegt ef að, þú veist, það meikaði sens að þá bara komst hann upp með þetta. Já. Skilurðu? Ef þetta verið eitthvað, þú segir, ef hann Richard Gere eitthvað, ég er búin að fatta þetta.
og eitthvað. Já, ef hann hefði fundið einhverja leið til þess að gera þetta. Og mér finnst líka, sko, ég er líka rosalega gaman af persónusköpuninni hjá Richard Gere í myndinni. Ég elska hann. Já. Það er mest skemmtilega leikari. En ég mynd fór að hugsa það eftir að ég horfði á myndina bara. Hvenær kom síðast út Richard Gere mynd? Hann hefur nú eitthvað leikið, Já. en ekki verið áberandi. Nei. Ekki sé mann eftir að sé eitthvað svona stóra mynd með hann, sko. Já. Hann á betra skilið. Það er svo fyndið með þetta, ég veit, og sama með Brendan Fraser. Hver var að hugsa Brendan Fraser áður en The Whale kom út? Hver hefði veðjað á að Brendan Fraser myndi vinna Óskarinn? Ég meina, var það ekki svona comeback mynd hjá hann? Jú, algjörlega, hann var ekki búin að leika, það var búin að vera blacklistaður af Hollywood. Hafði hann ekkert verið í, ég maður bara eftir hann með eitthvað svona George of the Jungle og Bedazzled og eitthvað svona Mummy, eitthvað 90s dóti og early 2000s dæmi eitthvað. Hann var ekkert að leika í neinu, en það er svo fyndið hvað bara eitthvað svona ein mynd getur breytt skinninuðinni á leikara. Ég meina, það er alltaf bara sem gerist með Travolta í Pulp Fiction í sínum tíma. Já. Það var svolítið búin að gleyma honum og... Já. Og þú sér þetta pínlítið með hérna Emma Stone. Emma Stone var að leika í Spider-Man og Superbad og hérna Crazy Stupid Love. Hún var svolítið alveg búin að leika í... En svo kemur hún alltaf inn og byrjar alltaf inn að leika í bara allt öðru kalibri af myndum. Hún byrjar að vera svolítið með Yorgos. Leikstjórn Lanthimos. Sástu Kinds of Kindness? Já, hann eftir. Ég er alveg svona... Getur bara sleppt í, sko. Já. Ég getur bara sleppt í. Ég horfði á þessa mynda því að mér fannst Poor Things rosalega skemmtileg. Já. Ég var rosalega brendur eftir myndina. Er þetta ekki eitthvað svona stuttasögur? Ég er svona lítir hérna því. Þetta eru 3 mismunandi sögur. Ég er ekkert einu svona ennþá viss hvernig þær tengjast. Og, þú veist, og það eru atriði í myndinni, þú veist, eins og bara Emma Stone er bara nauðgað í myndinni og það er bara, þú veist, hún fær bara svefnlyf og það er bara sýnt þegar hann er að nauðga Emma Stone sofandi. Jesus. Og ég er bara, þú veist, ég er að horfa á þetta og ég bara, nennir hún bara að fara að leika aftur í Spider-Man. Bara, þú veist, ég þarf ekkert að vera að horfa á þetta, sko. Ég held að hún sé að leika í næstu myndina þess. Yorgos. Örugglega. Já. En þú veist, og það var svo margt í þessari mynd, þú veist, að því að mér fannst Poor Things ógeðslega skemmtileg. Varstu búin að segja heina myndin það? Ertu búin að segja Lobster og Killing of a Sacred Deer? Nei, ég er ekki búin að segja það. Mér finnst það betri, sko. Persónulega. Já, en ég horfði á einmitt Poor Things en það komur samt alveg punktar í Poor Things þar sem ég var bara svona, jæja, er þetta ekki verið að búið? En mér fannst Kinds of Kindness bara, þú veist, hún skemmdi svolítið fyrir mér þessa svona út úr steiktu, bara svona, þú veist, það er örugglega einhver með gráðu í kvikmyndafræðum sem að finnst þetta frábær mynd og getur sagt mér, þú veist, 7 mismunandi subplots og skrifa ritgerðum það, en þetta er bara leiðileg mynd. Þú veist, og þannig komum við aftur inn á það sem þú varst að segja áðan, skilurðu mig, að ég man eftir þessar umræði þættin með einhvern tímann, og það var bara, þú veist, er nóg fyrir mynd að vera bara skemmtileg? Þú veist, er sama sem merkir milli þess að vera með góða mynd og skemmtilega mynd? Ég sagði það alltaf, það var kannski mitt hot take á sínum tíma, ég er búin að skipta skoðun. Ég sagði alltaf að alla myndir þurfa að vera skemmtilegar. Og margir svona kannski misskildu mér svolítið og ég hef þetta orðið þetta betur. Ég segi í dag, allar myndir þurfa að vera áhugaverðar. Það þarf að vera eitthvað í þeim sem þú tengir við. Og þú getur, hvað finnst þér áhugavert? Það getur ýmislegt, getur leikaravalið, getur að vera eitthvað flott hasarætri, getur eitthvað fyndið brandar, eitthvað eða góð saga. Svona já, mér finnst, ég þoli ekki að horfa á bíómyndir þar sem mér finnst bara ekki vera neitt. Já. Eins og Fast X. Ég var að horfa á hún daginn. Já, ég gafst upp í 9. 10 er verri, sko. Já, þú veist, þetta var bara... Hún er ræð. Hvað er maður að horfa á? Og líka bara, svo var ég að sjá hérna, sástu þannig klippuna það sem að Vin Diesel var á okkur hátíð. Ég held að þetta hafi verið bara einhver Fast and the Furious hátíð. Og hvað var hann að gera í þessum klippu? Hann er að tilkynna, by the way, hann er svona 30 kílóum þyngri, sko. Hann er að koma sér form. Já. Fyrir næstu. Já. Hann segir að þeir ætla að gera 2 að eina leiðin fyrir hann til þess að gera Fast and the Furious 11. Af því að það voru allir að biðja það. En það er alltaf vinsalar. Já, það er alltaf vinsalar. Svipað og Transformers. Hvað er betri serið? Transformers eða Fast and Furious? Transformers. Já, Er það ekki skárra? Jú. Eða hvað? Ég er samt fílað alveg svona Fast and the Furious. Ég hef séð meira Fast and the Furious. Ég búið svo 5 og 6 og 7 og eitthvað svona, þú veist, þetta var bara svona, svo var það bara orðið of mikið. 5 og 6 voru góðar. Ég mynd deyja þeirra hæð. Já, 100%. En svo segir hann þannig
á þessari hátíð að þeir ætla að gera tvennt. Þeir ætla að færa þetta aftur í street racing. Ég hef búin að heyra það. Já, og svo ætla þeir að fá Brian O'Connor aftur. Það hljómar svo hræðileg hugmynd. Þannig að þeir eru að fara, þeir eru að fara úr því að vera í geimnum yfir í það að þeir eru aftur að keyra bíla á jörðinni og svo ætla þeir að gera AI Paul Walker. Það verður hræðilegt. Það verður ömurleg mynd. Af því mér fannst alveg gaman að Karen hans dó ekki. Mér fannst það alveg cool. Já. En þeir ættu alltaf bara löngu hættir að gera þessar myndir. Og að tala að fá hann eitthvað aftur sem, ætlar að fá bróður hans til þessi leikan og svo bara tölvu að gera andlitans. Sko, ég held að gera þetta eitthvað niður það. Eina leiðin sem mér finnst þetta réttlætilegt, og þetta líka kannski annað hot take, að ég ríkast maður. Ég nenni ekki að horfa á, mér allt þetta svona... Ég sammála. Ég bara, og ég væri, ég yrði ekkert brjálaður ef við værum að fara að horfa á eitthvað Mandalorian dæmi og það væri bara einhver búin að ríkasta Luke Skywalker. Einmitt? Ég væri bara ekkert brjálaður. Af því að mér finnst það miklu, miklu betra heldur en að vera með tölvugerðan 20 ára Mark Hamill. Það er hræðilegt. Af því að maður veit hvað maður er að horfa á og maður sér það. Og eitt af því versta sem að mér finnst í bíómyndum þegar það eitthvað, það sem að skemmir bíómyndir mest fyrir mér þegar að einhver tekur sem sagt, þegar það eitthvað sem að tekur því út úr myndinni. Já. Og minnir því á að þetta mynd. Það eyðilegurinn þetta immersion eða svona, ég veit ekki hvað íslensk orðið verið það, en svona að þú sökku inn í bara þessa innlifun. Já. Það finnst mér glatað. Þannig að eins og til dæmis í Star Wars myndinni Solo, þeir eru ríkasta Harrison Ford, eða það ríkasta Han Solo. Það er ekki Ford tölvugerur eitthvað unglegur eitthvað, fyrir bara nýja leikara, þú ert lindur svoleiðis. Já. Ég sammála. Miklu frekar. Sammála, allan daginn. Miklu frekar. Allan daginn. Ég þól ekki hitt. Nei. Og ég held líka, ég hugsaði þetta svolítið þegar ég sástu Gladiator 2. Já. Ég hugsaði þetta líka svolítið og ég ræddi þetta við Ásgeir Kolbeins í sporthúsinu. Já. Og þegar þú gerir þessar myndir, þú ert kannski, ef þú gefur einhverjum geggjuðum stöndleikurum, gefur þeim hálft ár til að preppa sig, þú getur tekið bara svona one shoot, bara svona one take, gert bara eitthvað sturlað atriði, skilurðu mig, og bara gert bara eitthvað svona sturlað atriði sem bara ógeðslega vel koreografa og þetta er bara geggjuð down to earth bardagasena. Það er það sem við þurftum að gera fyrir 20 árum. En í dag ekkert sem að stoppa því frá því að hafa bara, við höfum ekki tíma til þess að koreografa í 6 mánuði, þannig að við ætlum bara að CGI að hákarla inn í þetta. Það eru engar takmarkanir eftir. Leikstjórar þurfa ekkert að nota ímyndunaraflið sitt lengur til þess að búa til eitthvað practical effects. Þeir geta verið bara, við erum ekki með nóg mikið af stöndurum. Sveiflaðu bara sverðinu inn eitthvað og svo bara CGI-um við apa sem að reyna að drepa þig. Og bara það myndin. En þú vilt meina það er ekki gott? Það er hræðilegt. Ég vil miklu frekar sjá hitt. Já, ég líka. Miklu frekar. Þetta er svona fínlína. Því að auðvitað tölubrellunar eru góðar upp að vissuleiti, vissumarki. Ýmislegt sem ekkert hægt kannski að gera beint. Eins og það ætlar að gera stóra orðstyktu game. Gameskip að berjast eða eitthvað. Það er rosa erfitt að gera praktikar þannig að lúki, sko. Já. Skilur. Og þú veist, en maður á ekki að vera, og þetta líka eitthvað sem að buggaði mig á tímabili við Marvel, af því að mér finnst vera tvennt þegar við dæmum bíómyndir, það annars vegar praktíska hliðin, mekaniska hliðin, hversu vel þetta skrifað, þú veist, hversu vel þetta tekið upp, þú veist, það svona mekanískir þættir. Svo þessi mynd fyrir þig. Fílar þú þessa sögu, fílar þú þessa karaktera. Af því það alveg myndir sem eru mjög góðar, sem eru bara ekki fyrir mig. En það eru svona góðar bíómyndir. Bara smekksatriði. Já, bara smekksatriði. En svo eru til myndir sem eru bara, það sem bara lélegt CGI, bara illa teknar upp, illa leiknar og svo framvegis. Og mér finnst mikilvægt að skilgreina, að svona aðgreina þessa hluti. Já, algjörlega. Ég meina, ég hef alltaf sagt það líka
það sumt ég til í þessu tölvugerð til dæmis. Já. Það sumt ég alls ekki til í. Ef þú ert að gera bíleltingaleik og það einhver árekstur og eitthvað, ég þóla ekki það tölvugerð. Ég þóla það ekki. Bílar eða eitthvað bardaðri, ekki tölvugera fólk. Eins og ég er nú mikil Matrix-maður. Eins og þau voru farnar að tölvugera Neo í 2. Mér finnst það hræðilegt. Það er líka það var ljótt 2003 og er ennþá verið í dag. Já. Í staðin fyrir fyrsta myndin, þá ertu bara með leikara, jú, vissulega tölvugera er, þú veist, bakgrunna og þegar þau eru hann í þessu gameskipi eða hvað þetta var hann. Ég fyrir ekki svoleiðis miklu frekar heldur en að tölvugera fólk, að það lítur svo illa út og svo er annað, ég þól ekki tölvugera sprengingar. Já. Hata tölvugera sprengingar. Já. Sorry, ég ætla að koma smá rætt. Já. Hvað voru að tala um? Primal Fear? Já, Primal Fear. Já, já. Primal Fear, geðveikmynd. Geðveikmynd. Ertu búin að sjá American History X? Já. Og það er annar punktur með Primal Fear. Okay. Þetta er fyrsta kvikmyndin sem Edward Norton leikur í. Ég man að það var fyrst eftir nú þar. Er þetta bókstaflega fyrsta kvikmyndin? Ég held að þetta sé bara fyrsta kvikmyndin sem hann leikur í. Allavega sem, þetta er fyrsta allavega skipt, ég las það einhvern tímann. Þannig að, þú veist, og mér finnst þetta svo mikill leiksigur. Geðveikur í þessari mynd. Og vanmetin leikari. Kannski ekki vanmetin, en það fer ekki nóg mikið fyrir honum. Þú veist, ef þú hugsa út í Primal Fear, American History X, Fight Club, The Incredible Hulk. Nei, ég fíla hana. Mér finnst hún vanmetin. Svo mynd. Já. En Edward Norton, náttúrulega svona 90s rönnið var geðveikt, sko. Já. Þú veist, bara rosalegt. Ég ástæði að spyrja American History X að því að hún kemur út stuttu seinna. Já. Og mér finnst hann eins góður hann er í Primal Fear, persónult mat, mér finnst besta framistæða hans ever er í American History X. Já. Hann fær kannski meira að gera þar líka. Já, það stærra hlutverk. Já. En að því hann fær líka svolítið að leika þar, eða svona... Já, svona tvíræta. Tvo karakterar næstu í, sko. Já. Og mér finnst það svo geðveikur í báðum hlutverkum, í báðum myndum, og það er engin karakter eins. Nei. Geðveikur leikari. Þetta eru frábæra myndir, sko. En þetta var líka 90s maður, 10. áratugurinn, það var svo mikið geggjuð myndu þar. Miklu betri myndir að koma út annað. Ég meina, þú hlýtur að sammála. Já. Sammála því. 100%. Ég held að meiri hlutin en að sé 90s. Já! Þarna varst að skora mörg stig. Ef að fara í númer 7. Förum við númer 7. Við verðum inn í allan dag. Nei, það er búin að klukkutíu kannski eitthvað. Já. Ok, höldum áfram, þetta er geggja. Herru. 7. Þá er ég með frá 96. Já, 90s. Þú spúið að lofa því. Ég ætla aðtuga hvort að þú getur hérna giska á þetta út frá því hvaða leikar er í þessar mynd. Ok, hvað er með það? Það er Robert De Niro, Kevin Bacon, Brad Pitt, Jason Patric, Minnie Driver og Dustin Hoffman. Þetta er Sleepers. Þetta er Sleepers. Geggjumynd. Og enn og aftur, þetta er bara svona karaktermynd. Þetta er bara svona leiklistar karaktermynd. Og þetta er eitthvað með svona... Saga. Já. Og það er mjög áhugavert að sá sem að skrifaði bókina, hérna, hann heldur í fram að þessi sannsögulegt og New York harðneitar fyrir það. Ég er nefnilega var búin að kynna með það eins og það eru sem segja þessi bullshit. Já, en hann sá sem að skrifa þetta stendur við söguna sína. Og það er Jason Patric karakterinn, ekki? Er það ekki? Jason Patric karakterinn er Gæði sem að skrifa bókina. Er það ekki rétt munið mér? Mér finnst það líklegt, jú, því að ég er ekki alveg kláraði. Ég held það. Mér finnst það líklegt að því að hann er blaðamaður og hinn er 2 dóu þannig og hinn varð smiður. En þetta er bara svona mynd. Hún tekur því, sko, kannski svona svipað eins og snerting, að hún tekur því bara í gegnum allan tilfinningaskala. Já. Af því að hún er svona feel good, þú veist, af því að þeir eru hann ungir að leika sér, svo er það bara eins hræðilegt og þú getur ímyndað þér, svo er þetta ógeðslega satisfying þegar þeir byrja að ná að hefna sín, og svo er þetta aftur hræðilegt, og svo er þetta aftur smá feel good á sama tíma, og þetta er eitthvað með eins svona, þú veist, og þetta er einmitt málið, þú veist, bara eitthvað á miðvikudagskvöldi þegar þú þreyttur eftir vinnuna, hendur þá í Sleepers. Nei, kannski ekki. Þú skilur eitthvað á mið. Já. Þetta er ekki léttmyndi. Nei, og þú veist, en þetta er rosa, þú veist, þetta er rosalega góð mynd og hún er líka bara svo, hún er svo átakanleg. Þú veist, það er svo mikið, þú veist,
þú ferði í gegnum svo miklar tilfinningar þegar þú horfir á þetta. Ég oft hugsa út í, sko, ég hefði svo mikið verið til í heila mynd, krimmamynd, með þeim tveimur sem drepa Kevin Bacon, þeir eru fucking svalið, maður. Þannig að það sem þú ert að segja, er að þú vilt Sleepers Universe. Þú ert komin á vagnin. Já, ég veit algjör þversögn þess að sá hann. En það væri það sem að væri í gangi núna. Mér fannst við fengjum Sleepers Universe. Það væri ömuleg mynd. Það er bara mér fannst þeir bara geta töff saman. Já. Og þeir hitt hann á þessum pubbarna. Það veit ekki staðið hvað þetta er. Já. Og það er svo geðveikt atriði. Maður er búin að horfa og það er líka svo skemmtilegt við myndina. Hún tekur sér svo sjúklega langan tíma til að byrja að rúlla. Af því að þú veist, eins og Brad Pitt er í myndinni og Jason Patric er í myndinni og þú sér Robert De Niro snemma. Hann er góður. Það er hann atriði þar sem að Jason Patric karakterinn Shakes er að segja prestinum, Robert De Niro, frá því hvað gerðist. Og það er bara svona up-close mynd af Robert De Niro. Og maður er að horfa á þetta. Ég var að horfa á þetta í gær eða fyrra dag. Sér það? Þetta er rosalegt. Gæsáð. Já. En maður sér svona 4 mismunandi tilfinningar á andlitinu á Robert De Niro án þess að hann hreyfi sig. Og með minnir, það rétt minnir á mér, að við fáum ekki að heyra hann segja þetta við hann. Það er bara svona voice-over. Já. Er það ekki svona voice-over? Það sem hann að segja, ég sagði honum frá því þessu. Já. Það er myndanlegt, Það er, þú veist, og þetta er bara, eins og ég segi, þetta er, þú veist, það er hrikalegt að horfa á þessa mynd. Og ef maður spáir í því og það er líka annað, þeir jöfnuðu sig aldrei. Þeir eru, þú veist, það er ekki happy ending á þessa mynd. Nei. Þú veist, lögfræðingurinn flytur út í breskursveitina, verður bara smiður, býr einn alla ævi. Bara einangra sig. Já, það farið yfir þetta, er ekki við svona hringborð, þeir að fagna hann. Og það farið yfir að hvað hver og einn gerir. Glæpamenninni 2 voru bara drepnir 3-4 mánuðum seinna. Já, mitt. Skilurðu mig? Þannig að þú veist, þetta er rosaleg mynd. Já, geðveik maður. Heldur að þessi, ef þeir aldrei gert Sleepers og ætla að fara að gera þetta í dag, var þetta míniserja? Var þetta eitthvað á Netflix? Þetta ekki verið kem aldrei í bíó? Nei, aldrei í bíó. Gleymdu. Netflix má eiga það. Þeir framleiða ótrúlega mikið af drasli. Já, þeir með eiga það. Þeir framleiða ótrúlega mikið af drasli. Rosa mikið af drasli. Og Netflix hasarmynd er eiginlega orðin bara space genre. Drasl. Það er eiginlega bara orðin bara svona Hallmark mynd. Þú bara veist hvað þú þarf að horfa á. Skilurðu mig? Ef ég þarf að horfa á aðra Netflix hasarmynd með Kevin Hart í aðalhlutverki. Þú veist, það er bara... Ég held að ég ekki búin að segja eina þannig. Nei, ég byrjaði að horfa á einhverjum daginn sem heitir Lift og það er á Kevin Hart að vera einhver svona listaverka þjófur, einhver svona Ocean's 11 pæling og maður er bara eitthvað, þú veist... Drasl. Já, þú veist, af því að Kevin Hart er alltaf bara Kevin Hart. Já. Og enn og aftur, þú veist, það eru líka sko, að líka gaman að koma inn á það, að munur á leikurum og skemmtikröftum. Já. Þú veist, Kevin Hart og Dwayne Johnson, þetta er ekki leikarar. En allar ekki gefa hann smá break, því hann leikar hann í Smashing Machine, hann The Rock, Dwayne Johnson. Ég geti trúið hans er góður. Já, ég geti trúið því líka. Tökum aftur þetta spjall þegar hún er búin að koma út. Sástu seríuna True Story með Kevin Hart? Nei. Það er nefnilega... True Story? Það er bara svona krimma sería með Kevin Hart og Wesley Snipes. Það er bara gott stöf. Wesley Snipes, þá er ég inn sko. Já, ég elska Wesley Snipes. Bara krimma sería með Wesley Snipes. Kevin Hart leikur basically sjálfan sig, leikur uppistandara og Wesley Snipes leikur krimma bróður hans. Það komið nefnilega óvart að þetta er bara... Herru, ég hef bara aldrei heyrt þetta. Vá, þú er búin að koma þessu á radarinn minn. Þetta er nefnilega góð sería. True Story. En það sem ég ætlaði að segja með Netflix er að Netflix áða alveg til... Já, þetta er Netflix? Já, Netflix áða alveg til að framleiða efni sem engin annar myndi framleiða. Þeir taka alveg sjensa inn á milli. Ertu með eitthvað í huga? Eitthvað svona sjens? Ertu þannig seríu þá? Þú veist, þeir framleiða alveg svona djúpt efni, eins og Beef. Já, ég hef ekki séð það.
Nei, það mjög gott. Og þeir framleiða fullt af einhverjum svona hinum og þessum mínisýrum. Waterfront núna nýlega. Já, þeir... Þú veist, en málið það, þeir kasta bara spagetti á vegginn. Þeir eru ekkert að vanda sig. Nei, og þú veist, og eðlilega, bara tölfræðilega séð, þá var væntanlega eitthvað gott. En þeir reyna bara að gera allt. En þeir virðast gefa ungum leikstjórum og handritsögum séns til að framleiða efni. En það svo vanti smá svona gæðastjórnir. Já, þú veist, ég held að markmiðið sé, ég held að þeir séu að framleiða bæði, þú veist, efni, þú veist, fyrir mig og þig, sem að spáum virkilega í kvikmyndum, svo líka bara fyrir, þú veist, bara einhver hjón sem að langa bara að setjast niður og spáur ekkert í kvikmyndum og langa bara að horfa á einhverja einfalda mynd sem að þú veist, skilur hvað ég meina? Já. Þú veist, þeir eru líka að hugsa að framleiða efni fyrir ekki kvikmynda áhugamenn. Já, ég bara alltaf á því samt að þú getur alveg gert hvort tvekja í getur alveg gert bæði, já. Getur alveg gert, þú veist, þess að nefndi ég eitthvað svona Jurassic Park, já. Frábær pop og kókmynd, en líka bara vönduð. Já. Þannig ég þól ekki þegar þeir fara niður á þetta plan bara eitthvað svona, þetta bara eina nonni og konunars bara, þeir geta bara horta á þetta drastlina. Það líka rosalega leiðilegt eins og maður fór að taka eftir í Marvel og annars staðar þegar maður fór að taka eftir því að myndir eru farin að tikka í ákveðin box í hverju einustu mynd. Já. Það er ógeðslega leiðilegt. Boring. Það er ógeðslega leiðilegt, sko. Og fólki finnst það greina leiðilegt því að aðsvögnin hefur minkað. Já, það eru skelfilegar tölur að horfa á, sko, hagnaðinn og svo ekki hagnaðinn. Já. En það tók Marvel rosalega langan tíma að breyta stefnu. Mér fannst Finnst þér að vera búin að breyta stefnu? Mér finnst Thunderbolts og Fantastic Four, nýja, vera fyrsta merki það að þeir séu að breyta stefnu. Og hafa líka svo fyndið að eftir að Superman kom út og Superman gekk svo vel, þá mætti Kevin Feige og blaðamannum fund, við ætlum að reboota MCU og byrja upp á nýtt. Já, bara. Eitthvað nú kemur, ég veit að þú sagðist að ríkast maður, en ég þarf ekkert aftur Iron Man og Captain America og eitthvað nýra leika. Þeir verða, en þú veist, nei, ég er alveg sammála því. Og ég þarf ekki Robert Downey sem Dr. Doom. Mér finnst það vera ömulegt bygg. Ekki það, leikarinn getur leikið þetta hlutverk. Það snýst ekkert það. Ef hann hefði aldrei verið Tony Stark, þá myndi ég ekki segja neitt. Nei, þá var þetta bara geggjað. En ef hann hefði aldrei verið Tony Stark, þá væri við ekkert að tala hann. Nei. Eða þú veist, þá... Ég meina þá kannski bara Downey... Nei. Þá hefði hann kannski ekki náð þessum hæðum sem leikari. Nei, hann sprakk, og líka bara MCU. Ef að Tony Stark ekki verið rétt kastaður. Já. Skilur. En það er líka bara, þú veist, líka bara MCU myndinar fyrstu, þær eru miklu einfaldari. Það er bara... Þeir fóru alltaf út í þetta multiverse kjaftaði og geta ekki vera að penna þessu, en ég geti tekið sko heilan þátt nýju Fantastic Four. Mjög mikið sem ég vil segja hana, sko. Já. Ég hef bara viljað sjá að taka miklu meiri sénsa. Það er efni í þeirri mynd og hvern stefna sem þeir geta farið, þar sem ég verið bara, já, það hefur verið cool, en þeir gera það ekki. Af því það er nefnd sem býr þetta til. En svo er það líka, sko, af því að ég var að drulli við Kevin Feige og segja hann hafi eyðilagt kvikmyndaðinaði. En svo spáði maður í því, hefði Infinity War geta gengið upp ef að þú hefur alltaf bara, þú veist, þá væru við bara með Star Wars 3-leikinn. Það sem að þú ert alltaf með nýjan leikstjóra sem er alltaf bara að takast á og það hefði aldrei verið hægt að byggja upp í Infinity War og Endgame eins og þeir gerðu. Þannig að ef þú ætlar að vera í þessum universe bransa þá þarftu að hafa einhvern sem að stýrir þessu. Þú getur ekki bara ráð inn, þú veist, nýjan leikstjóra og segja bara gerðu það sem þú vilt. Af því að þú ert að reyna að segja sögu, þú ert að reyna að tengja myndinar. Já, en það sem ég þá vilja sjá hann gera, ég hef oft nefnt þetta í podcastum, þú pott bara að heyra mig segja þetta, samt að endurtaka þetta, stutt bara. Það sem ég vilja sjá hann þá gera, ok, þið gera Endgame, bara þetta er sagan, bara Thanos-dótið, Infinity Stones, Infinity Saga, þessa myndir. Þannig að eftir Endgame, þá ég annarkvort vilja sjá bara góða pásu. Bara í 5 ár, við ætlum ekki að gera neitt, við ætlum bara að preppa, þetta er bara þvílingartími að skrifa eitthvað. Eða að hann bara sagt, ok, nú erum við búin með þetta og nú ætlum ég bara að gera svolítið sem að James Gunn er að tala fyrir DC. Það sem hann ætlar ekki að hafa alla myndina eins. Þú veist, Superman er svona, svo kemur Clayface, það ávist að vera R-rated body horror mynd. Taka sjensa. Þess svona held ég, ef að Gunn heldur sig við þetta, ef hann þarf að leyfa þeim að gera eitthvað svona, þessum leiksturum og þessum kvikmyndagerðarmönnum, þá held ég að fólk eftir að fylgja þeim ennþá lengur. Af því fólk fær ekki eins mikið leið á þessu. En þú veist, það er svo klárlega komið leið í þetta Marvel-dót. Já,
það er það. Og það er það af því að þeir fóru að gera allt eins. Ég er á því að myndinar voru allar öðruvísi í byrjun. Þú varst með Iron Man var þessi típa og þær voru sérna. Captain America var allt öðruvísi típa. Skilur mig? En okkur þurftu allir vera brandaramaskínur? Það byrjar ekki fyrir eftir Ragnarök. Það samt? Það er mín kenning. En það er mjög áhugavert að þú talar þessa pásu. Það sem að ég held að hafi líka gerst er að Disney fyrirtækið var komin með allt og mikinn rekstrarkostnað til þess að taka sér pásu. Af því þeir gerðu þannig að, þú veist, þeir eru með garðana, þeir eru með streymisveitunar, þú veist, þeir eru komnið með allt og mikinn rekstrarkostnað, þeir hafa ekkert efni á því að taka sér pásu. Þeir eru að treysta á það að myndinar þéni pening svo fólk komi í garðana. Þeir geta ekki businesslega tekið sér bara 5 ár off. En þá er það að segja líka á móti, ég þekki náttúrulega ekki alveg rekstrarkostnaðin hjá þeim. Nei. En þeir eru með þess að garða og allt á þannig að Marvel kemur. Já, en þú veist, eins og ég sagði kannski áðan líka bara, veist, hvað var Disney fyrir Marvel? Af því að Disney í dag er fjölmiðla veldi. Já, það er alltaf miklu stærra. En það er líka búið að stækka svo mikið við sig, kaupið alltaf Fox. Já, en það gætt keypt Fox út af því að Marvel gekk vel. Já, en ég held núna eftir á að hyggja, mér fannst það spennandi þegar ég kaupa Fox á sínum tíma. Þetta var hræðilegt fyrir innan, sko. Já. Hræðilegt. Já. Því miður. Herru, hvað voru að Sleepers? Já, við vorum að spyrjum út allt. Við byrjum alltaf við byrjum á Sleepers, einhver veginn breytist það í Marvel rifrildi, sem að bara sko, hvaða MCU mynd er líkust Sleepers? Engin. Höldum áfram. Hvað ertu konið í? 6? 6. Í númer 6. Hvað er 7. seti? Já, frá 97. Já, þú ert bara dottin í 90s, mjög ánægð með þetta. Já. 97. Það er með Good Will Hunting. Geggjuð. Og það eru svolítið, þegar ég hugsa út í það eru svolítið keimlíkar myndirnar, þú veist, sem að ég er að lýsa. Þær eru allar svona vandaðar. Alvöru bíómyndir. Góðar sögur, góðir leikarar og líka svona eru, þú veist, það er ekki bara svona ein stemming í myndinni gegnum gangandi. Þetta er ekki bara einhver svona sorgleg stemming gegnum gangandi. Eða fyndin allan tíman. Nei, þú veist, þetta er bara, þú veist, myndin er allur tilfinningaskalinn. Good Will Hunting er spennandi á köflum. Þú veist, hún er feel good á köflum, hún er romantísk á köflum. Þú veist, ég meina, þú veist... Ég þarf að rifja henni upp, það er svo langt síðan sá. Já, þú veist, og það eru svo, þú veist, og Robin Williams er náttúrulega sturlaður í myndinni og Matt Damon og Ben Affleck og þetta hafi verið fyrsta myndin sem að þeir gerðu og bara allt þetta. En það segir líka rosa mikið þá. Þetta er rosa klári gæjar, sko. Já, þetta er það, sko. Þú gerir ekkert, þú skrifar ekkert svona mynd, eitthvað vitleysingur og... Nei. Að þeir fenga á sig fannst mér svona eitthvað leiðilegt orðspor. Já. Skilur þið, fór náttúrulega að leika alveg, eru svona stórstjörnur, Hollywood pumpaði svolítið út, sko. Já. En maður má ekki gleyma því. Nei. Þetta var byrjunnið þeirra, í rauninni, svona alvöru byrjunnið. Já. Og þú veist, eins og segi, bara, það er svo mikið í þessari mynd og þetta er svo mikil bíómynd og þú veist, og þetta er einmitt eins og ég segi, þú veist, ég var rosalega spenntur þegar ég fór á Conclave. Fannst það ekki góð? Mér fannst hún geggjuð. Já, ok. Mér fannst hún geggjuð. Já, mér hefði henni. En það er einmitt, þú veist, það er einmitt svona svipu típa af mynd, það er bara, þú veist, það er ekkert aksjón í myndinni. Þú veist, þú þarft ekkert, ég er svo gaman að því þegar myndir eru þannig að leikarinn og sagan tekur þig inn í myndina. Þú þarft ekki... Nákvæmlega. Þú þarft ekki, þú veist, ég meina, þú veist, ég las þetta einhver staðar og mér finnst þetta að vera gott dæmi. Ant-Man 3. Aftur Marvel. Þetta er þér að kenna núna. Já, þetta er mér að kenna núna. Ant-Man 3. Við erum líka bara að tala Ant-Man 3 svona 4 sinni. Ég er líka komið Marvel ból fyrir þig, Vili. Já. Antman 3. En Ant-Man 3 kostaði $290 milljónir. Sem er náttúrulega bara gjörsamlega galið. Dune 1 kostaði $190 milljónir. Og flottari mynd. Pældi í því að CGI var flottara og öllu leitri betra mynd en $100 milljónum ódýrari. En þá er einhver að klúðra einhverju. Það bara hlýtur að vera. Þarna er nefndin að skýta. Já. En vandrar eitthvað skipstjóra að það. Já. En... Fæki var á upptíkina þannig að gera alltaf mikið einhverju fucking streymist drastli. Mér finnst líka að þú veist að Marvel TV og Marvel myndinar eigi bara að vera aðskilið.
Þeir ætlaði að gera það. Já. Núna, því þeir alltaf sáu þetta og bara kjaftaði. Algjört maður. En ekki fara í Marvel, spjall. Nei. Viljum hætti því. Aftur af Good Will Hunting. Geggjumynd maður. Geggjumynd. Og ein svona, það er líka bara svo falleg mynd. Hún er svo falleg að því leiti að, þú veist, að baksagan hjá sálfræðingnum er svo falleg. Hvernig hann nær til hans og líka bara, þú veist, og allt þetta áreiti, þú veist, með hvað hann var gáfaður og svo bara, já, bara, þú veist, skýtt með þetta, ég ætla bara að fara og vera ástfangin og njóta lífsins. Þú veist, þannig að, já. Og djúvill sakna í Robin Williams maður. Já. Veistu það, ég var stundum þegar maður, því að kannski eðlilega maður er mikill kvikmyndaáhamaður og með þessar leikara, þegar maður er búin að fylgjast með þeim kannski einhver áratugi, að þeir eru deyja. Það er oft djöfur skellur. Já, ég verð bara rosalega leiður, auðvitað hugsa maður fjölskyldu fólksins og allt það, bara mér finnst þess að ég hef mist bara eitthvað svona, ekki kannski vin, en eitthvað skonar félaga, bara, Robin Williams í alvörunni, ég hef búin að sjá hann svo oft í bíómyndum, svo bara farin. Hann Robin Williams fyrir þér er svona eins og þú ert fyrir fólkinu sem horfir á bíóblaður og heilsar þér út á götu. Gæti ekki alveg. En svona, mér finnst ég þekkja hann. Við höfum myndið að tala um þetta fyrir eitthvað svona hlusta, við höfum tala um þetta fyrir podcasti, að mér finnst ég þekkja Robin Williams, en kannski stærsti munurinn er að ég er ekki lengur karakter. Ef þú hlustar á mig í marga klukkutíma í podcastinu, það er ég. En svo, hann alltaf voru að leika alls konar karaktera, en ef við tengjum Good Will Hunting, hafa gaman líka að sjá hann í einhverju sem er ekki gaman mynd. Já. Ekki gaman. Af því hann er geggjaður í dramadóti. Já, ég myndi horfið á Dead Poets Society daginn. Hann líka geggjaður þar. Já. Og það eru mjög svipaða myndir hvað var þar feeling. Mér finnst Good Will Hunting aðeins betri. Mér finnst svo skemmtilegri. Já, og það er mitt málið. Myndin er sorgleg, rómantísk og fyndin á sama tíma. Já. Og það er bara ótrúlega vel gert. En er það ekki líka fyrir okkur að tengja við, því við erum öll manneskjur, svo náttúrulega lífið bara. Já. Lífið er ekki bara alltaf gaman, eða alltaf leiðilegt, eða skilurðu, við erum ekki alltaf hlæjandi eða alltaf grátandi. Já. Og það er svo gaman við þessar myndir sem eru komnar, er að þú veist að þessi mynd er ekki bara, hún er ekki bara einn hlutur. Þú veist, þetta er ekki bara ástarmynd, þetta er ekki bara gamanmynd, þetta er ekki bara drama. Þú veist, og hún er svona, það er rosalega gaman að sjá myndir sem að geta sagt þunga sögu án þess að þú veist, að verði þungt yfir þér með þú horfur á myndinni. Með þú horfur á myndina. Sorry, ég var svo spenntur því að þú varst búin að lýsa listanum fyrir mér. Ég er svo spennt að sjá toppana. Þú er bara að vanda stöf núna, góða myndir, hvernig þú talar um þær. Svo býst ég bara við einhverju. Við erum að fara í pjúra vitleysu, sko. Ok, sjáum hvernig góð vitleysa. Ok. Good Will Hunting, geggjuð, var það ekki 6? Jú. Ok, við erum konið í top 5. Það er svona, nú erum við búinir með svona uppbytununa. Já, nú erum við búinir með svona Þú ert búin með art í hliðina þína. Já, nú er ég búin með art í hliðina mína. Nú fyrir Pop og Coke hliðina. Já. Númer 5 er mynd frá 2011. Hún er með 8,1 á IMDb. Ekki sem strax til því. Ok, það er segið leikarana. Já. Það er Tom Hardy, Joel Edgerton, Warrior og Nick Nolte. Ok, þessi er nú ekkert svona, þetta er ekkert, ég er ekkert í sjokki. Nei. Skilur. Og það sem að ég, sko, nú er ég foreldri í neyslu. Það er bara, þú veist, það hefur verið partur af mínu lífi bara alla tíð. Vel þeirra maður. Já, en myndin, þú veist, þegar þú horfir á þessa mynd og þú horfir á samband þeirra við pabba sinn sem er í neyslu. Var hann ekki alkoholisti? Hann var alkoholisti. Já. Það er rosalega margt sem er rosalega vandað, rosalega vel leikið og rosalega vel skrifað. Maður spyrsir þá hvort að leiksturinn sé með eitthvað svona persónulega tengingu við. Já, og það eru atriði þannig sem að eru, og það er mjög áhugavert að ég skrifaði þetta hérna niður sem punkt, að myndin er í raun saga hringrás tilfinninga sem að fylgir því að eiga foreldri í neyslu. Vel orðað. Og það sem að gerist í myndinni er að þú ert með 2 bræður. Þú ert með Tom Hardy karakterinn sem að
sem að er sér að Brendan Conlon og, nei, það er Tommy og Tommy er bara ógeðslega reiður og bitur og það er eitthvað sem að maður upplifir ógeðslega reiður og bitur og einhvern veginn, þú ert komin á annan stað. Út í lífið bara. Já, og þú ert bara reiður og bitur og þú ert í þessum pakka að pabbiðinn er ekkert fyrir þér. Þetta er bara eitthvað, þú bara hatar hann og þú ert reiður út í hann og þetta allt saman. Svo ertu með eldri bróður hans sem er, þú komin á annan stað í lífinu. Hann á fjölskyldu, hann á barn og... Var hann ekki kennari? Hann var kennari, jú. Og hann er komin á þennan stað sem að maður þroskast svolítið upp í er að, þú hættir að finna fyrir þessari reiði og þú byrjar meira bara að vera bara svona, hann er bara svona. Það er ekkert sem að getur gert í þessu, þú ert ekkert beintlega reiður lengur, en þú getur bara ekki haft þessa mannesku svona svolítið í þínu lífi, af því að þú ert bara nú þú börn skiluru, að þú getur ekki haft mannesku í lífiðinu í kringu börniðin sem að þú getur ekki treyst. Algjörlega ekki. Sérstaklega ekki svona náinn fjölskyldumeðlim eins og afa. Nei. Þannig að, og það er, og þetta er, af því að þegar maður horfir á þetta, ég hef upplifað báðar hliðar, báða bræðunar og það er rosalega vel gert í þessari mynd. Það var mjög eðlilegt að þú erum svolítið tengt við myndina. Þú grípur strax bara eitthvað svona persónulegt. Já, og ég sé þetta, ég sá þetta fyrst, þegar ég sá hana, þá tengdi ég ekkert við eldri bróðurinn. 2011 þegar ég er 21 árs. Já, einmitt, já, því hún er núna nokkra ára gömul. Já, svo þegar ég horfið aftur á hana, þegar ég horfið aftur á hana daginn, þá tengdi ég miklu meira við eldri bróðurinn. Það er samt svo gaman þegar bíómyndir hafa svona áhrif á mann. Þú horfir á hana einhverjum x tíma og hún hefur þannig áhrif á þig. Svo þroskast þú og eldist og sér hana kannski aftur. Þetta er nákvæmlega sama myndin. Já. En þú upplifir hana kannski á annan hátt. Já. Og það er atriðið þannig í myndinni, að það er svona röð sena í myndinni, þar sem að sér sagt, Tom Hardy karakterinn sem er yngri bróðurinn, sem er reiður, hann tekur pappa sinn bara og hann drullar yfir hann. Hann bara lætur hann gjörsamlega heyra það. Og hann er svo reiður út í pappa sinn og hann lætur hann heyra það svo illa að hann lætur að heyra svo illa að pappa hans fer á fyllir í. Og svona menn fara ekkert á fyllir í, fara ekkert á pubin og fara að syngja karaoke. Hann bara fer á kóju fyllir í upp í Var þetta ekki hótelherbyggja? Jú. Já, einmitt. Svo kemur Tom Hardy karakterinn aftur upp og sér bara pabbi sinni fallin. Pappa spyrir að öskra á hann og hann er bara, pappa sem bara með óráði af drykkju. Og þá einhver meginn svona tekur Tom Hardy karakterinn utanum hann, leggst með honum upp í rúm, heldur utanum hann, þangað til hann sofnar og sleppir í rauninni reiðinni sinni. Þetta er eitthvað sem, ég horfði á þetta atriði og þetta er eitthvað sem, og ég horfði á þetta og ég var bara, þetta er svona, af því að þú getur verið ógeðslega reiður og svo ertu komin á þennan stað að þessi manneskja er bara, bara nánast að fara, að nánast fara að drepa sjálfa sig, að drykkju. Og þá ertu bara eitthvað, og þú gleymir allir í reiðinni. Og þetta er í fyrsta skipti í myndinni sem að þú sérð Tom Hardy karakterinn taka utan pappa sinn og sýna væntum þykju til pappa sinns. Að þetta er pappans. Já, og ef þú hefur verið í þessu, þá veistu að þetta er alltaf pappin, getur ekki sleppt í. En eldri bróðurinn er búinn að átta sig á þessu, að þenni búinn að þroskast upp í þetta. Það var svona undan honum að... Já. Þannig að, það er rosalega auðvelt að horfa á þessa mynd og hugsa með þér að það eru bara þannig að geggjur slagsmálatriði. Ég veit þetta er ógeðslega áhört að hlusta á þetta, að því að ég sá hann í bíó á sínum tíma. Já. Og ég held þess ekki að sjá hana, ég kannski sé hana einu svona en eftir það. Mér fannst þú góð. En satt svona í mér. Ég samt var ekki alveg að tengja þetta svona, fyrir mér var þetta meira svona bræðramynd, Já. En þegar þú ert að segja þetta svona, þá er ég svolítið spenntur að horfa aftur á hana. Já. Þetta eru... Pælinni út frá þessu. Þetta eru 2 mismunandi þroskastig. Og það er rosalega mikið í henni eins og þessi saga þar sem
af því að Tommy, það sem að gerist í myndin líka að yngri bróðurinn flýr pappa sinn með mömmu sinni og mamma þeirra veik af krabbameini þannig að hann þarf að upplifa það allt að horfa mömmu sín að deyja en ekki eldri en eldri verður áfram hjá pappa sínum af því að hann búinn að kynnast á stelpu sem svo konan hans já. Þannig að þeir í rauninni skilja þannig og þeir hafi ekki sést, bræðunir hafi ekki sést í ótrúlega lang í 10-20 ár þegar þeir hittast svo aftur þannig. Ég þarf að horfa aftur á hana. Já. En mér finnst einmitt svona eftirminnilegt atriði með þá á hótelherbríkinu. Já. Og ef ég maður rétt, þá fannst mér Nick Nolte alveg rosa góður í því að vera, áttu hann ekki alveg blindfullur? Jú, hann rosalega góður í myndinni. Og var það ekki? Var þetta ekki svona góð framvista hjá honum? Og þetta sko, eins og ég segi, þetta er í fyrsta skipti sem ég horfi á leikara þannig, Tom Hardy, þar sem ég hugsa með mér bara, þetta actually svona. Þetta bara, ég gæti alveg verið að horfa bara á live feed, skilur. Þetta actually svona. Já, bara geðvægt raunverulegt. Já, allavega fyrir mér var það. Og og eins og ég segi, þessi mynd allavega fyrir mér miklu meira, af því að við vorum að tala slagsmálaatriði og eitthvað svona. Þú keppir ekki þú keppir ekki 4 MMA bardaga á einni helgi. Nei. Og ef þú tækir svona bardaga eins og eldri bróðurinn tekur, af því að bördugunum stilt hann upp að Tom Hardy karakterinn, hann rotar bara leið. Bara all, hann var sjúklega aggressífur og reiður. Og meðan bróðurinn tekur alltaf svakalegt beating og nær svo submission í lokin. En var ekki líka, Hardy karakterinn var striker? Og hinn var meiri grappler. Já, Hardy karakterinn var wrestler. Var það hann líka? En hann var líka striker. En hann strikar miklu meira í myndinni. Ég held hann að glíma. Já. En hinn karakterinn ætlaði ekkert að fara á þetta mót. Hann ætlaði bara að taka bara svona léttari mót hér og þar. Það vantaði ekki svona pening? Jú, hann vantaði pening í rauninni. Og það í rauninni, þeir eru báðir í þessu. Hardy karakterinn í þessu til þess að borga konu vinar sín sem lést í hernum af því að hann var í hernum og Brendan karakterinn í þessu til þess að bjarga fjölskyldur sinni. Einmitt. Og Og ég þarf að horfa eftir hana. Þú ert alveg búin að selja mér að kíkja eftir hana. Það annað annað take á henni. En næsta mynd. Var þetta ekki nummer 5? Þetta var nummer 5. Ok, ég að bíða eftir einhverju drasli. Hvort það bíða eftir einhverju drasli? Ok. Ég skal ekki valda þér vonbrigðum. Hvað er nummer 4? Harry Potter and the Half-Blood Prince. Yes! Ég að hlæja sérstaklega því að þú skammaði mig á Instagram. Já, ég var brjálaður. Þú leist mig heyra það. Þá var... Af því að sko líka, ég var að horfa svo mikið, af því að Þetta því að með áskriftunum mína, ég gátt Harry Potter þætti. Já, ég keiri á Akranes. Ég þjálfa karate upp á Akranesi og ég á Akranesi á miðvikudögum og föstudögum. Já. Eiginlega þegar að bíóblaðurs þættinir voru oftast að koma út. Já, ég gaf alltaf út á miðvikudögum og föstudögum því ég gáði 2. Já, þannig að ég hlustaði alltaf á þáttin á leiðin upp á Akranes. Og ég hlustaði á því bara í marga þætti í röð, bara já, einhvern tímann ætla ég að gera Harry Potter þátt. Einhvern tímann ætla ég að gera Harry Potter þátt. Ég hlustaði á þetta í svona 2 ár. Já, ég var lengi að gera hann. Svo kemur Harry Potter þátturinn og þá drullar þú yfir uppáhalds Harry Potter myndina mína. Sem er 6. Í svona korter. Hún ekki góð. En ok, komdu með þitt. Okay. Vá. Ok, væntanlega einhver aðrar Harry Potter myndir. Þú ert með þessan efst. Vá, ég 4, 3, 2 og 1 eru alltaf Harry Potter myndir. Ég í sjokki. Án og kemur þitt, án að þú rökstuður þetta vali. Já. Ég bara svo hissa að því fyrir kannski eitthvað sem ekki hlusta núna Harry Potter þættina sem ég búin að opna fyrir alla. Ég mæli með þeim, Hattar eru skemmtilegu gestur og hann er svo mikið Harry Potter nörd. Já, það var mjög gaman að hlusta. Hann var bara, klæddur í dress og með miljónsbrota eða eitthvað. Þegar ég horfði aftur á þær, fyrir þá þætti, þá fannst mér Chamber of Secrets svo geðið skemmtileg. Já. Og mér finnst hún bara langskemmtilegast Harry Potter myndir. Já. Og hvernig getur þú vel 6? Rökstuðu þetta? Ok. Pressan á þér? Mér finnst ég skrifa hérna King Snape besti karakterinn. Í seríunni eða bara í þessari mynd? Í seríunni. Ok, gæðugur. Ég segir stundum við krakkana sem að æfa karate. Ég segir stundum við að ég svolítið svona svo Snape. Þú heldur alla æfi að ég sé vondikallinn. Og svo þegar þú verður Íslandsmeistari þá fattar þau að ég var góði kallinn allan tíman.
En ertu kannski frekar eins og J.K. Simmons í Whiplash? Nei, ég er ekki alveg þar. Það er ekki svo grófur. Bara ég ætla að gera, þú verður snillingur, en það kostar svona mikið. Já, ég er ekki alveg þar. Það er nú gott. En ok, það er sem að í fyrstu myndunum, af því að nú ert þú búin að tala svolítið að þú fílar ekki þegar þú nota sprotana eiginlega sem byssur. En mér finnst það að vera svolítið svona boring. Er ekki að geta fjölbreyttara? Ég skil hvað meinar. Þetta er galdrafólk. Ég skil 100% hvað meinar. Er það ekki sammála þessu? Þetta svona í bókuleiki? Ég man hvort ég er búin að spyrja Hallar að því. Það bara skjóta eitthvað bara... Það eiginlega kemur svolítið ekki fram almennilega í bókunum. Ég man það ekki almennilega. En það sem að mér finnst vera í bókunum svolítið er að mér finnst árangur þríeykisins vera svolítið tilviljunarkenndur. Þú veist, eins og í bókinu, þú veist, í fyrstu bókinni, þú veist, þau eru ekkert að nota galdra til þess að koma sér út úr vandræðum. Þú veist, þau eru bara á fyrsta ári, þau kunna ekkert að galdra ennþá. Hugsar út í fyrstu myndina, þú veist, Ron er bara góður í skák. Hermione kann bara lesa. Já. Harry Potter er nánast bara heppinn. Þú veist, ef þú hugsar út í að fyrstu myndinar eru bara þau að vera heppinn og Voldemort kemur næstum því aftur. En það sem að ég fíla líka í Harry Potter and the Half-Blood Prince er svolítið, sko bókin er miklu betri. En bókin glímir svolítið við það sama og þú hatar við myndina og ég fíla við myndina er að hún er svolítið út allt. Þú veist, þú ert að horfa á unglinga, þú veist, þú ert í rauninni að horfa á, þú veist, það er svo mikið í gangi. Af því að þau eru þannig að vera unglingar, þú veist, þessi karakterar sem þú búin að fylgjast frá æsku, þau eru að verða ástfangi, þessi hrifin af þessum, þannig að þú veist, þú færð að sjá þau í þeim gír og svo færðu líka að sjá þau, þú veist, berjast við vondukallana og þú veist, og allt því sem að fylgir því. Þannig að þú færð að sjá aftur, svo ég beri þetta saman við hinar gæðamyndina mínar, fara að sjá aftur svolítið mikinn tilfinningar rússíbana. Já. Skilur hvað ég við? Af því að Harry Potter er bæði, þú veist, hann er ekki bara að berjast við Snape, hann er líka, þú veist, að segja við einhverju píu þannig I am the chosen one, komdu með mér á ballið. Já, ég skilji. Þannig að svona, og það er það sem ég fílaði við myndina. Finnst þetta vera svona einhver liti flóknara heldur en kannski fyrstu, ertu að tala um það eða? Já, svolítið. Svona meira... Þú veist, og líka bara fyrir okkur sem að, þú veist, erum Harry Potter aðdándur. Þú veist, þá er svo gaman að fylgjast með karakterunum þroskast út í gegnum myndina. Þessi hrifin af þessum og svona, skilurðu. Og svo er þú mikill Snape-maður, þannig að þetta er auðvitað myndin hans. Þetta er svolítið myndin hans. Þá skilja alveg þetta val. Og svo mér finnst það líka svo áhugavert við þennan karakter. Mér finnst þetta að vera karakter sem að gæti í rauninni verið til. Af því að þú hugsar út í Snape, þetta er bara, þú veist, hann kemur út úr, þú veist, hann basically lendir bara í einelti alla sína ævi, kemur ógeðslega bitur og reiður út úr Hogwarts, verður Death Eater, en hann elskar alltaf Lily, mömmu hans Harrys. Já. Og svo bara gerir hann hræðileg mistök, skiljum, og segir Voldemort frá þessu. Og þá verður hann double agent fyrir Dumbledore sem Death Eater. Og ef við tölum universe building, það væri góð sería. Snape sem double agent hjá Voldemort að reporta back to Dumbledore. Það held ég geti verið skemmtilegt. En þú veist, maður geti svo auðveldlega trúa því að þú komir, þú veist, að því hann er líka bara, þú veist, kemur fram einhvers staðar að Snape er bara, þú veist, 22 ára þegar þetta gerist. Þannig hann er bara 22 ára í, þú veist, röngum félagsskap. Einmitt. Gerir hræðileg mistök, sér eftir því og er restin af lífi sínu að bæta upp fyrir það. Og ég skrifaði hérna að, sko, Snape í rauninni verndar Harry miklu meira heldur en Dumbledore og fórnar miklu meira fyrir hann. Af því að mér finnst, sko, eins og ég túlka söguna og ég veit að það eru mikið af Harry Potter aðdáendum sem hata Snape
og segja hann hafi alltaf bullyað Harry og verið vondur við Harry af því hann þoldi ekki James pappans, af því að pappas Harry slæði Snape í einhelti. Já. En ég túlkaði það þannig að Snape þurfti alltaf að halda sér tilbaka. Hann þurfti alltaf að vera vondur, hann mátti aldrei leyfa sér að verða góður, hann elskaði alltaf Harry af því hann elskaði mömmu hans, en hann gat aldrei sagt það. Hann þurfti að bæla það allt niður af því að þeir vissu, Dumbledore og Snape, að Voldemort kæmi aftur og þeir vissu að Snape myndi þurfa að fara aftur til Voldemort til að vera double agent aftur. Þannig að hann þurfti alltaf að, hann píndi sig til þess að vera vondur við Harry í persónu. Þó hann hafi ekki viljað það. Til þess að vernda hann. Þannig að þá fórnar hann basically öllu lífi sínu til þess að vernda Harry. Sem cool. Eða þú veist, þetta er góður karakter. Þetta er góður karakter, sko. 100%. En eins og ég segi, ég er ekki að segja, þú veist, með því að hafa hana númer 4, þá er ég ekki að segja Harry Potter and Half-Blood Prince sé betri bíómynd heldur en Sleepers. Nei, en þú svona, nei, þetta ekki, þetta er þinn persónlegi listi. Já, þú veist, þetta eru bara svona myndir sem eru í, þú veist, þetta er bara svona... Uppáhaldi hjá þér. Já, og mér langaði líka að vera bara einlægur með listan, bara, þetta eru bara uppáhaldsmyndina mínar. Ég vil það, og ég maður ekki sem ég þurfa að vera sammála þessu, en þú ert líka að koma góða punkta. Ég verð að spyrja út í eitt. Núna ætlaði að gera Harry Potter seríu. Já. Og það er búið að koma í rauninni ljós hver ætla að leika Snape. Og á þess að vera djúpt í það er svartur maður sem á að leika hann. Er það ekki staðfest? Ég sá einhvers staðar að það er búið að bakka með það. Okay. En það var staðfest. En ég var aðeins múin að ræða þetta við þig á Instagram. Já. Þá fórum við að tala hvenær skiptir útlit persónu máli, eða persóna. Af því að ég ætla bara að taka annað dæmi, Kingpin, eins og í Daredevil-myndinni með Ben Affleck, Michael Clark Duncan leika hann þar, svartur maður. Já. Ég man þegar ég var tvítur á því tímabili, ég man að ég var svona kompúkaði, ég man að ég var bara svona, Wilson Fisk er hvítur, það er bara hvítur maður. Í dag, þetta böggar mig ekki þannig, en mér varst áhugavert að pæla í þessu, eins og út frá, til dæmis, ef við tökum Snape. Þetta er strax komin, sko, ef þeir halda sig við þessa sögu, að hann sé lagður í einelti, að James sé að leggja hann í einelti, ungan svartan strák, er þetta ekki strax orðið aðeins öðruvísi tónn yfir því sambandi? Líka, sko... Þú veist, skiptir ekki máli, þú veist, í þessu tilviki, skiptir húðliturinn máli? Ég myndi segja það. Að þið ert ekki að breyta mögulega dýnamíkinu svolítið mikið leið og skilur hvað það er að fara? Já, jú. Ég er algjörlega þarna að mér finnst líka bara lýsingin á Snape af því að það er talað það, hann er fölur, hann er með point í nef, hann er með sítt grís í hár, skilurðu, og það er ákveðið væp í kringum hann af því að enn og aftur, hann er að selja sig sem evil allan tíman og þú getur ekki bara af því að þessi gaur, þetta er örugglega frábær leikari og líka, þú getur ekki verið með bara fjallmyndalegan leikara að leika þennan karakter. Ekki það að Alan Rickman hafi verið eitthvað, en Alan Rickman er ekkert, hann er með þannig auka nef prosthetic, hann er ekkert huggulegur þegar hann er í þessu hlutverki. Nei, ekki Brad Pitt eða... Nei, ég er að segja það, skilur mig. Þannig að mér finnst það skipta máli í þessu tilfelli og mér finnst nánast hver einasti karakter annar. Ég nánast myndi vilja sjá bara Morgan Freeman sem Dumbledore, frekar heldur en svartan Snape. Já, það er beðslega sér að pæli. Akkurat þessi karakter. Já. Að ef það er svona reiswappa, já, er það mögulega að velja versta karakterin fyrir það? Mér finnst það. Og ég veldi líka fyrir mér, og svo veldi ég líka fyrir mér, sorry, hot take. Við þurfum mögulega ég elska hot takes. Við þurfum mögulega að edita þetta út. Hvað ef við gerum þetta í hináttina? Breytum svörtum karakter í hvítan? Já, hvað ef, eins og ég sá eitthvað á netinu þegar það var Ryan Gosling sem Black Panther. Já, sem náttúrulega grín. Þú veist, já,
En þú veist, hvað ef ég geri, þú veist, Martin Luther King mynd og ræð Brad Pitt sem Martin Luther King? En þá já, þú veist, þá er það ræðilegt. Við þurfum ekki edita þetta út, við erum að ræða þetta bara. Já. En það til dæmis, ef við tökum til dæmis Black Panther, þetta auðvitað grín. Gosling ekkert að leika hann. En þá myndi ég spynna svo mikið á móti því að því hann auðvitað kóngur í ríki í Afríku. Já. Það svipað eins og, ég nefndi þetta á podcastinu, Mads Mikkelsen var að leika ykkur mynd, ykkur danskri mynd, gerist held ég, þú veist, 17 eitthvað. Það var ekkert mikið af svörtu fólki í Danmörku á þessum tíma. Já. Eðlilega, ef myndi gerist á því tímabili, þá veist mjög eðlilegt að sé hvítt fólk í myndinni. Já. Skilur. Og eins með Black Panther, mér finnst ekki mega neitt sens ef að hann ef að T'Challa var eitthvað hvítur. Mér finnst það bara rosa skrítið. Já. En eins og Blade. Já, viljum við hvítan Blade? Eins og ég skilda, Máni félagi minn, ég held að hann hafi satt á við mig í podcastru, uppræðanlega af Blade skrifað sem hvítur karakter. Já. Nick Fury var skrifað sem hvítur fyrst. Já, en þú veist, það kannski styttra síðan. Ég man eftir Nick Fury sem hvítum, sko. Já. Svo mitt breyta hann svolítið í svartan í bókunum og svo kemur Samuel Jackson. Já. Ég held með þess að byggt útlitið hans á Samuel Jackson í bókunum. Það var í samningnum hans. Þeir byggðu útlitið á honum og Samuel Jackson sagði ef þið gerir einhvern tímann bíómynd þá verður það að ráða mig. Ok, hann er alltaf gangster. Ég elskar hann. Allavega. Ég bara velta fyrir mér, þú veist, það fer alltaf eftir því hvaða karakter þetta er. En við vitum alltaf, þeir eru ekki að fara, Blade verður ekki núna hvítur. Nei. Af því það fólk myndi segja á móti, hey, þú veist, hvíta fólki er alltaf búið stjórnum sem iðnaði í öll þessi ár og eðlilega þá miklu fleiri hvíti karakter versus, eða jafnvel kvenkins, eða skilurðu. Það böggar mig ekki þannig að ég bara velta fyrir mér þegar þetta fer að hafa virkilega áhrif. Ef þetta snýst ekki bara húðlitin, eins og ég sagði leiðast með þetta eineltisdæmi og hann fann að leggja og í talningjum ef að Snape í seríunni er svartur og hini krakkaðu mögulega hvítir og ef að James er að leggja eina svarta strákin í einelti það er strax öðruvísi heldur hann að leggur hvítan strák í einelti ef að Beckon allir hvítur. Það er bara öðruvísi dýnamík. Það er öðruvísi dýnamík. Þá ertu búin að breyta svolítið skilur, ætlaðir út í það? Það er rosalega erfitt að, þú veist, þetta er rosalega touchy málefni. En það á ekki verið það? Nei. Mér fannst mannstættir Óskarsverðlaunahátíðinni sem að Will Smith boykottaði af því hann var ekki tilnefndur og það voru bara tilnefndur hvítir sem bestu leikararnir. Nei, man ekki því. Þetta var einhvern tíma fyrir mörgum ári síðan að þá sér að var eitthvað svona stórt boykott þar sem að fullt af svörtum leikurum ákveða að mæta ekki á Óskarinn af því að það var engin svartur leikari tilnefndur til Óskarsins. Mér rámar í þetta. Og þeir voru rosalega fúlir að Will Smith hefði ekki verið tilnefndur það árið. Og Chris Rock var að hósta þetta árið og Chris Rock sagði sko að þetta snýrist ekkit endilega það að breyta hvítum karakterum í svarta. Þetta snýst meira tækifæri. Skilurðu mig? Í staðinn fyrir að gera, þú veist, James Bond hvítan gerðu pláss fyrir svarta handritshöfunda og svarta leikara til þess að gera sínar myndir og segja sínar sögur. Mér finnst það meika miklu meira sens. Ég ert ekki að tala þá að þú ert frekar að tala bara tökum dæmi, Ryan Coogler gerir Sinners. Já. Þar sem að mér varst Michael B. Jordan leika hann á tvíbura. Mér varst þeir ekki töff. Og ég var ekkert svagnar hérna myndinni sjálfur. Allavega, mér varst þeir töff, mér varst að búa til cool karaktera. Og þar voru svartir tvíburabræður. Það er ekki að tala þú veist að gefa þeim fyrir eitthvað tækifæri til þess að gera það versus að breyta bara James Bond í svarta. Já, algjörlega. 100%. Mér finnst það miklu meira, þú veist, mér þætti miklu eðlilegra ef þú ætlar að vera með eitthvað svona kvóta. Og ef þú ætlar að reyna að vera PC framleiðslufyrirtæki, þá finnst mér miklu eðlilegra að þú segir, ok, við ætlum að gefa mörgum svörtum handritshöfundum og svörtum leikstjórum tækifæri til þess að segja sínar sögur heldur en að mér finnst það svo fake þú veist, þegar við erum að breyta svona en það eins og ég segi, ég held að J.K. Rowling hafi farið í einhverja herferð gegn þessu og segja bara, þú veist, þetta passar ekki við karakterinn minn. Nei, gallin við allt þetta þegar að vera að ræða á svona mál, gallin við þetta ef að Rowling segir þetta, þá bara rasisti. Já. Og maður er bara svona, getur ekki bara, er ekkert að ræða svona aðeins sem að þessi setti bara eitthvað, flokkur, þú bara rasist. Það eru líka, þú veist, einn kraftmesti karakterinn í
Harry Potter, þú veist, Wizarding World, hérna Kingsley Shacklebolt, hann svartur, hann var Auror og hann þú veist, var í hérna Order of the Phoenix og hann talin vera bara, þú veist, bara listin bara Dumbledore, Voldemort, Snape, Shacklebolt, skilur mig, þeir bara hverjir kraftmestu galdrakallarnir. Hann mjög ofalega á öllum svona, þú veist, ef þú ferði í einhver svona lista með Harry Potter, að þá hann alltaf mjög ofalega. Þannig að það kröftugir svartir karakterar í myndinni. En svo það líka þannig að þú segir söguna út frá þínu sjónarhorni. Ég sá að klippu af Denzel Washington sem var að segja, þú veist, að hérna ég að fá brain fyrir Denzel Washington var að tala skilur mig, að þetta ekki endilega, þetta ekki racial, þetta cultural. Hann bara komið geðveiga punkt. Þú veist, hann var að tala Schindler's List. Hann talaði Schindler's List og Goodfellas. Já, og Goodfellas og Martin Luther. Nei, Martin Scorsese og Spielberg. Spielberg hefði getað gert Goodfellas. Já. Scorsese hefði getað gert Schindler's List. En það hefði ekki verið eins. Þeir báðu hvítir. Já. En það hefði ekki verið eins. Og mér finnst það svo geggjaða punktur á hann. Þetta var ekki húðliturinn. Nei. Þetta bara cultural. Þetta bara þeirra menning bara öðruvísi. Já. Og myndin verður, þetta náttúrulega sagan sem að þú upplifir og myndin á móti því verður meira authentic. Sagan og karakterinn verða meira authentic. Þannig að tala að J.K. Rowling sé rasisti af því hún sé ekki með neina svarta karaktera í Harry Potter sögunni, það ekki rétt, hún alveg með nokkra, en svo líka bara, hún kannski ekki endilega að hugsa út í það þegar hún að skrifa bækunar. Skiljum, hún kannski bara einbeita sér að því að segja góða sögu. Já. En mér finnst þetta að vera, þú veist, ég meina, þú veist, og kannski þetta, mér finnst mega meira sens að fá svartan Bond, heldur en, þú veist, ekki það að ég sé eitthvað svakalega hrifinn af því, ég eiginlega tilbúin að gefa því meiri sens, af því að Bond karakterinn þú veist, sjarmur, hann myndalegur, þú getur alveg fundið svartan karakter sem hefur Bond, svartan leikara sem getur leikið Bond eiginleikana. Já. Skilur við? En þú ert samt að breyta baksögunni hans Bonds rosalega mikið ef þú gerir hann svartan. Já. Af því að hann elst upp í öðrum kúltúr. Já, ég raun að tala það, að þú ert komin út í svoleiðis, þannig að þú ert fann að hafa áhrif á, kannski skiptir ekkert miklu máli hver leikur Kingpin. Skilur við? Hann bara eitthvað frá New York, og hann eitthvað glæpagæi, glæpaboss, þú veist, það skiptir ekki máli, en það skiptir máli með Black Panther. Já. Og það mögulega held ég að skiptir máli með Snape. Algjörlega. Og þá fer maður svona að spyrja sig, þú veist, ég veit ég vilja hafa þetta kannski fjölbreytilegra og þetta var náttúrulega rosa hvítt kast í myndunum eitthvað, en það svolítið svona, þú getur fara að hála nýs, eða þú þarf að fara að fikta rosa mikið í ykkur svona, eða hefur rosa mikið áhrif á karakterinn sjálfan. Þetta það sem ég hugsaði þegar þeir sáu þegar ég sá að þeir væri að gera Harry Potter seríunar, ég hugsaði svolítið með mér, hverja ætlar þú að fá til þess að leika þessi hlutverk í staðin fyrir leikara sem voru með, af því þeir voru með A-lista breska leikara. Bestu bara. Já, bara alla bestu bresku leikara sögunar. Gary Oldman, Maggie Smith, Michael Gambon, Alan Rickman. Hvernig ætlar þú að fá til þess að hérna keppa við, þegar fólk mun ber þetta saman við myndirnar. Það bara þannig. En svo aftur á móti kemur að hérna Sirius Black, sem Gary Oldman leikur, miklu stærri karakter og miklu dýpri karakter í bókunum og á miklu meira samband við Harry í bókunum heldur en í myndunum. Þannig að ég gæti alveg trúa því að leikarinn sem að mun leika Sirius Black verði betri Sirius Black af því að hann áttur að fá meiri tækifæri til að njóta sín í hlutverkinu. Oldman líka ekki svaklega hrifinn að sinni framistuð þeirri mynd, í þeim myndum. Nei, af því að hann fær ekki mikil tækifæri. Hann fær ekki þessi tækifæri þar sem að hann fær ekki að tengjast honum eins og hann gerir í bókinni. Hann fær ekki sömu tækifæri til þess að leika. Er það ekki bara tímadæmið? Þeir eru bara að gera bíómyndir? Já, þeir eru bara að gera bíómyndir fyrir krakka. Já.
En myndir þú segja þetta er svo Prisoner of Azkaban? Er það krakkamynd? Sko, fjölskyldumynd, en er það krakkamynd? Ekkert af þessum myndum eru krakkamyndir. Fyrsta? Ef þú kafar djúpt í þetta, skilur mig, enn og aftur, nú ert þú pabbi, ef þú tekur hérna þína uppáhalds, Chamber of Secrets, ef að sonuðin væri á heimavist á Laugavatni, skólastjóra myndir hringið í, heyrðu, það rafmorð ekki laus í skólanum, og hérna, það eru 7 börn dáin, en þetta er allt í lagi, ég er að passa þau. Þú veist, og líka bara... Ég myndi að segja, flott mál. Já, bara geggjað. Herru, nice done, já, hérna, þú veist. Herru, við heldum hérna frjálsíþróttamót, hérna, eins og í Goblet of Fire, og eitt af keppendunum dó af því að hérna, þú veist, já. Já. Og svo í hverju einustu mynd hérna, þú veist, bara hérna Dark Arts kennarinn er evil að einhverju leiti í hverju einustu mynd. En það sem ég meina með þessu, ef þú ert með ykkur 5-6 ára, já. Þú ert að velja eina Harry Potter mynd þessu sínunum, þú velur fyrstu. Já, algjörlega. Þetta er kannski 10-12. Já, meira hlutar af myndunum. Já. Já, algjörlega. En það eru, þú veist, þegar þú horfir á myndi, eða þegar þú lest bækunar, þá áttar þið á því að það eru miklu meiri undirtónar í myndinni. Ertu þá kannski að tala um að bækunar séu meira kannski, eins og þú segir, 10-12 myndirnar, ertu að tala um að bækunar séu svona 16-18 eða eitthvað? Ertu að tala um að þetta séu svona aðeins eldra? Þú veist, mér finnst bækunar vera meira þannig að ef þú lest þar sem krakki, þá upplifir það annan hátt, en svo þegar þú lest þar aftur, þá fer það sem fullorðinn, þá spottar þau meiri undirtóna og meiri dýpt í sögunum. Sem er kannski ekki í myndunum. Sem er alls ekki í myndunum. Nei. Þeir ekki vilja fara á það. Nei. Vildi gera fjölskyldu skemmtun? Nei. Og ég meina, þú veist, þér gæti fullt af penning. Það er, þú veist, ég er svolítið þar, þú veist, að við á einhverju leveli þá þurfum við að sætta okkur við það að þessi iðnaður er ekki rekinn af listamönnum. Nei, en hann hefur verið, samt finnst mér, rekinn, ef við tökum bara Hollywood, nefnt þetta Millarsson, að það var tímabil, eða mörg tímabil, kannski sem voru betri myndir voru gerðar. Já. Og þær grættu líka peninga. Já. Ég er líka svona aftur af þessari hot take-inu mínu með Kevin Feige. Að hann hefði eyðilagt kvikmyndaiðnaðinn. En núna snýst þetta um það. Núna er það bara þannig, ef þú horfir á þetta frá business sjónarmiði, að þú þarft bara eitt universe til þess að ganga upp. Og þá ert þú með stærsta universeið. Þú þarft bara eitt svona universe til þess að ganga upp. Þú getur haldið áfram að reyna og reyna og reyna. Þetta er svona eins og, ég heyri svo oft einhver svona viðtölu við einhver svona frumkvöðla sem að tala um það. Þeir fóru 4-5 sinnum á hausinn, en svo gekk þetta allt í einu. Já. Þú veist, það er alveg hægt að segja þetta með svona universe dæmi líka. Reyna og reyna og reyna. Reyna og reyna og reyna, svo bara hittur á að þetta universe verður gett vinsælt og þú þénar billjónir. Þannig að það nánast make a sense bara út frá því bara... Að reyna og reyna og reyna? Já, þú veist, þeir eru bara með bara eitthvað Excel-skjál. Já. Svo ráða þeir bara einhverja leikstjóra inn í það sem þurfa að gefa börnunum sinum að borða. Já. Já, þetta er business. Algjörlega. Höldum áfram. Var þetta ekki númer... Þetta var númer 4. 4. Herru, númer 3. Eina MCU-myndin mín. Það er Infinity War. Það er Captain America Civil War. Geggjuð. Hún er geggjuð. Hún er geggjuð. Ekki tala nógu mikið um hana. Hún er líka með 7,8 á IMDb. Hún er örugglega með minna en svona Winter Soldier. Örugglega. Áhugast og valdir frekar Civil War. Já. Af hverju? Sko, þetta er eiginlega bara Avengers mynd. Já. Þetta er eiginlega bara Avengers mynd. Já, sammála. Það sem að ég fíla svo ógeðslega vel við hana er vondikallinn. Sem er Simo. Af því að ég skrifaði hérna að þetta er eitt af myndunum sem hefur mest áhrif á Infinity söguna. Og þetta er sá vondikall sem gerir einhvern mesta skaðan á Avengers teiminu og nánast sigrar þá án þess að beita afli. Já, líkamlegu afli er henni. Já. Hann er ekkert að takast við á þannig. Já. Hann bara
sast niður, kynnti sér þá og bara gekk frá þeim. Þeir jöfnuðu sig aldrei á þessu. Þeir jafna sig ekki á þessu fyrir í endgame. Það rétt. Og það alveg atriði í endgame þar sem að þeir eru ennþá bara að fyrirgefa einhverjum öðrum og þeir eru ennþá að læra að treysta. Captain America fær ekki skjöldin sinni aftur fyrir í endgame. Það rétt. Og það líka svo gaman að sjá bara, þú veist, og líka bara það þannig sena í endan á myndinni, spoiler alert. Allir búin að sjá þessa mynd. Allir búin að sjá þessa mynd. Civil War. Þú veist, það þannig sena í myndinni sem að mér finnst geggjuð, þar sem að Robert Downey, Tony Stark, að horfa á vídeóið, þar sem að hann að drepa móður þeirra. Já, sérst Winter Soldier. Já. Þetta líka eitthvað sem að bara algjörlega búið að taka út úr MCU. Avengers 1 bara frekar gróf mynd. Þú sér bara fullt af fólki skotið, þú sér Hawkeye drepa fullt af fólki, þú sér örvar stingast út úr fólki og það líka áhugavert að Avengers 1 framleidd af Paramount. Já, þeir voru með svona díl við sínum tíma. Þannig að Avengers 1, horfðu á hann aftur, taktu bara eftir þessum hlutum. Ofbeldi í henni miklu grafískara heldur en. En hvað breytist? Ég meina, hún grætti fullt af penningum. Þú veist, af hverju... Þeir bara tóku rangar ákvarðanir í nefndinni. Þeir bara gerðu þetta meira af krakkastöfi. Og þá fengum við Ant-Man 3. Þá fengum við Ant-Man 3. Eða Love and Thunder. Ekki, sko, Love and Thunder þarf að vera sérþáttur. Ég hata Love and Thunder. Ég hata Love and Thunder. Ég veit ég hata Love and Thunder það mikið að ég sá Taika Waititi einhvers staðar á mynd með konunni sinni og fyrstu viðbröðum mér voru bara, ég vona hún skilji við hann. Ég vona hún skilji við hann og eyðileggi lífið hans eins og hann eyðilegði MCU fyrir mér. Nei, þú ert ennþá að horfa á þetta. Já, ég ennþá að horfa á þetta, já, það er rétt. Ok, take þetta tilbaka. Okay. Hann má ennþá vera giftur. En Civil War, hún drullu góð. Ég horfði á, ég hef hort aftur á nokkra þessum myndum, ég var að sína stráknum mínum, eldri. Hann elskar þetta, ofurðið. Hún drullu góð. Og mér veist hún líka bara, hún skýt lúkkar alveg. Já, og eins og þetta atriði þannig að þar sem að hann segir við hann þú veist, Captain America að reyna að rökræða við Tony. Hann að segja við hann, þú veist, hey, hann var dáleittur, hann var brainwashed, hann réði ekki við þetta. Hann segir bara, hann bara með tárin í augunum, hann segir bara, það skiptir ekki máli. Hann draf mömmu mína. Svo bara slagur. Og það svo, og þeir gera það svo vel, og aftur það svo átakanlegt að horfa á þessar hetjur berjast. Horfa á Captain America og Iron Man berjast. Það ekki búið að byggja þetta upp. Já. Ef þið berjast bara út af engu og bara upp á þurru og þá skiptir þetta, þá þetta ekkert vægi. En þegar þeir að berjast, að þið búin að horfa á auðvitað allar myndirnar undan, en líka Civil War, söguna þar, þá ert þú alveg bara, shit. Já, og þú áttar þig á því hversu langt þið gengið. Og líka þú skilur báðar hliðarnar. Já, og það svo fyndið, sko, maður skilur, þú veist, og mér finnst það líka svo gott, þetta eiginlega fyrsta myndin sem að kynnir inn karakter. Hvað kynnir inn nýjan karakter, þú veist, í myndinni, starta þessu trendi. En hún kynnir þá tvo, Black Panther og Spider-Man. Þetta fyrsta myndin sem að gera það, en svo þegar að gera Black Panther 2, að þá eru þeir að kynna inn Namor og Ironheart. Og bara sorry, Ironheart ekki Spider-Man. Hæ? Það ekki sama hæpið í kringum þessa karaktera. Enginn var að biðja með þennan karakter. Nei. Sorry, það bara þannig. Ironheart-serían samt allt í lagi. Það það. Mér fannst hún allt í lagi. Það að eyða með fyrst og í þetta. Veistu hvað, ég væri geggjað til í að sjá í næstu Spider-Man mynd. Af því að það storyline þar sem að Spider-Man gerir samning við Mephisto. Þú fær það aldrei. Selur sálu sína til að fá Aunt May aftur. Aunt May dauð núna í MCU. Fær það aldrei. Nei, ég veit það. Þú fengir það í DC heiminum. Undir Gunn. Ég að segja það. Ég var samt að lesa það einhvers þar, ég veit ekki hvort það sé satt, ég var að lesa það einhvers þar að Gunn eitthvað búin að vera með ómikið að shenanigans á samfélagsmiðlum og Warner Bros. Spáði að losa sig við hann. Ég vona ekki. Nei, ég held ekki, sko. Ég held að þetta sé fake news. Aðal gæið þar rosa hrifin á honum. Já. Og Superman gekk vel. Já.
sérstaklega í þessu landslæði, þetta bara allt annað landslæði þegar þegar Endgame kemur út. Já. Allt fyrir COVID, þetta ekki sambærilegt. Nei. Þannig að henni gekk vel, fekk góða dóma, það goodwill, fólk virðist að pumpa fyrir þessu, þá þetta mér rosalega skrítið að losa við það. Og Trúi. Ég skrifaði líka af því að Batman og Superman, Batman vs. Superman, kom út á sama ár og Civil War. Ekki alveg eins góð. Ok, já. Ég skrifaði að Civil War allt sem að Batman og Superman hefði geta verið. Af því að Batman vs. Superman bara út allt og hún bara þung og hún bara leiðinleg og svo þetta Martha, why did you say that name? Þú veist, eins og svo sena ég samt á því að Batfleck þú veist, það missed opportunity. Sammála. Það missed opportunity. En minna, Cavill líka missed opportunity sem Superman. Já. Hann fekk bara kolranga myndir. Þetta var betra kast heldur en að myndinar fóru. Já. Ég held að ég hef ekki séð mikið af Zack Snyder dóti sem að ég fíla. Þú ert að segja það og fíla hann ekki? Ég hef ekki séð mikið af dóti sem ég fíla með honum. Ertu búin að sjá mikið eftir hann? Búin að sjá 300? Ég er búin að sjá 300. 300 var fín. Watchmen tók mér svolítið tíma, ég man að ég ræddi þetta einhvern tímann, Watchmen tók mér svolítið tíma að byrja að fíla. Af því að ég er svo einfaldur. Ég vil bara sjá góðu kallana vinna og allir bara happy, bara góðu kallana vinna og roll credits. En þú vilt, nei, það er ekki alveg rétt, þú varst með fullt af vöndu dótið að Sleepers og... Það hinn hliðin af persónuleikanum mínum. Þú með klófinn persónuleika. En mér varst Watchmen mjög góð bíómynd. Hvernig varst þið Justice League, Snyder Cut? Mér varst það fínt, en mér finnst bara að þú eigir ekki bara að gera 4 tíma bíómyndir. Ég man eftir því að það fjallu niður æfingar á Skaganum, af því að það var þess að ég komst ekki á Akranes að þjálfa, af því að það var, þú veist, bara Kjalarnesi var lokað, og ég bara, ég er ekki að fara í vinnuna í dag, þá hef ég tíma til þess að horfa á þessa mynd. Að þú bara 4,5 tími. En þú þarft ekki að taka hana allir í einu. Hvenær hefur þú 4,5 tíma af deginuðinum til þess að horfa á Snyder Cut? Í dag með 2 litla stráka ekki mikið tíma, en þú ert sjálf búin að segja bara hvað fíla seríur, fólk getur bingja heilu seríuna, það meira en 4 tíma. Já. Hver munurinn? Þetta snýst ekki bara tíman. Já, nei, eins og ég segi, ég horfði á hana... Viðhorf, þetta snýst viðhorf. Viðhorf, já. Ekki gefast upp. Og... Mér fannst Snyder Cut var náttúrulega miklu betra aldrei en Joss Whedon Cutið. Svart og hvít maður. Og það var alls ekkert lélegt. Mér finnst þetta samt bara of langt fyrir þessa mynd og það sem var munurinn þá á DCU og MCU var að DCU var, þú veist, Snyder Cutið eru 4 mismunandi myndir. Að það part 1, part 2, bla 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 og það eiginlega part, þú veist, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta verður. Það bara Cyborg myndana. Já, þú veist, það bara Cyborg myndana, svo kemur bara Aquaman mynd, svo kemur bara Batman mynd, svo kemur bara Flash. Svo bara svona Return of Superman, það næstu bara heil, þú veist, þetta alveg samanlega. Þetta eiginlega bara, þú veist, af hverju voru þetta ekki bara á meðan að MCU, þegar MCU var gott, eða var betra, ætla ég að segja, að þá tók þessi meiri tíma að byggja upp. En Warner Bros. Ætla ekki að gera það. Þeir vildi bara big bucks strax. Já, þeir vildi bara fá þetta. Þeir ætlaði bara að hoppa á lestina strax. Þeir ætlaði að taka bara styttri leið. Já. Það virkaði bara ekki. Já. Og ég held að Gunn ger ekki sömu mistök. Nei, ég hef alveg trú á þessu með Gunn. En ég er svona, þú veist, það var búið að tala svolítið þetta með Spider-Man, að við þurfum ekki aðra Spider-Man origin sögu. Við þurfum ekki aðra Superman origin sögu. Nei. Ætlar að segja að þú viljið það? Nei, alls ekki. Það segja, það er bara slögt á þetta núna. Þú er búin að vera nálægt í nokkrum sinnum. En ég er svolítið þar með Batman líka. Þú veist, við þurfum ekki, þú veist, ég var alveg til í að sjá lengra komin Batman. Ég var til í að sjá eitthvað af þessum, þú veist, mismunandi Robinum, Damian Wayne, Jason Todd, ég var til í að sjá, þú veist, ég var til í að sjá The Killing Joke sem leikna bíómynd með Batfleck. Fær það aldrei? Nei, ég veit það. Í draumaheimi var það gaman. Þú veist, ég var líka til í að sjá bara morðóðan Red Hood. Þú getur fengið það. Já. Ég held það. Ég held að sé margir möguleikar í búða núna eftir að Gunn tók við.
Já, þannig að þú veist, það svo mikið af góðum Batman-sögum sem að eru, þú veist, mér langar bara að sjá establishaðan Batman sem kom með smá reynslu og það var náttúrulega Batfleck. Já, það var Batfleck, þeir fóru þess átt. Þess vegna finnst mér að vera svo missed opportunity. Já, líka að því að þú fóst bara alveg í endan og varst að tróða með ykkur Superman-mynd. Já. Ok, ég geti talað endast um það. Höldum áfram. Var þetta ekki Civil War? Jú, Civil War nr. 3. Nú verður gaman hjá okkur. Þú ert ekki hún bara, ég ætti ekki bara 2 eftir? Ég er bara 2 eftir. Nú verður gaman hjá okkur. Já, því þetta drasl. Síðustu 2 í drasl. Það er sjokkið. Númer 2. Nei. Númer 2. Under Siege. Hún er geðveikt. Þarna skoraði sko stig. Under Siege númer 2. Af hverju heldur það hárið mitt sé svona? Má ég sjá, snúðum, má ég sjá. Já, einmitt. Sko. Já, Casey Ryback. Casey motherfucking Ryback. Sko. Under Siege, maður. Ég væri eiginlega til í að hafa Under Siege 2 hérna líka. Hún er líka geðveikt. Það er líka sko, það er svo gaman að sjá að í Under Siege 2 þá fekk Seagal að njóta sín. Þá ertu með svo mikið að proper vitleysu. Já, þá ertu, sko, mér finnst 1 betri mynd. Já. En 2 er svo skemmtileg líka. Oh my god, hvað það er góð. Mér finnst það góð mynd samt. Það er ekki guilty pleasure. Mér finnst það bara góð mynd. Það er atriði númer 2 sem ég lifi fyrir. Hvað er með það? Ég kann alveg löðuna. Þá kemur hann þannig, það er einhver stelpa sem er hostage þannig sem að fer á klóstið og hann kemur hana inn í gegnum loftræsiskerfið. Svo kemur hún út fyrir terroristan með jullunar á sér úti og hann eitthvað, svo kemur Seagal, búm, drepur gaurinn, tits to die for. Já, myndin er svona. Já. Það með eitthvað one-liner að geggja stöf. Mér finnst þú góð. Já. 2. Og sko, og þegar ég sá Under Siege, ég sé Under Siege svona 20 sinum. Ég líka, örgulega oftar. Þegar ég sé Under Siege fyrst, að þá er ég náttúrulega í karate og ætla að verða kokkur. En hann er að kýtumistari. Já, en þú veist. En þú gafst tengt það. Já, þið langaði, já, auðvitað mitt, hann er auðvitað kokkur. Já, kokkur, eins og mér langaði að verða og hann var geggja góður í karate og ég held að þetta yrði bara lífið mitt. Að þú yrði, hann var alltaf líka Special Forces gæi, Navy SEAL. Að ég væri bara með einhverja Playboy stjörnu að berja gaura og baka kökur. Og elda borðið flugmóðskipið. Já. Þú getur fengið eitthvað, þú getur elda eitthvað svona skemmtilega skipi. Já. Við erum með einhverju gellu, ok, Under Siege 1, svona ágríns, en hún kemst helviti hátt hjá þér. Já. Ég er svo ánægð með það. Við erum líka komnir í bara uppáhaldsmyndina. Já, ég meina, en af hverju? Hvað er svona gott við hana, fyrir utan kannski þetta? Það er bara, þetta er bara ógeðslega góð, minnst það góð 90s hasamynd. Já, þetta er til þess, Pop og Coke-mynd. Já. Og þetta er góð. Þetta er eina Seagal myndir sem að þú gætir sagt að sé góð mynd. Svona nánast. Executive Decision. Hann er reyndar, með Kurt Russell, hann er reyndar alltaf minni í henni. Það er ekki alveg. Deyr hann ekki bara í fyrstu senni? Jó, við teljum hann ekkert með. Þú ert svona Seagal mynd. Já, ég er að tala þegar hann er orðin 120 kíló og er að berja George St. Pierre. Býttu, var St. Pierre einhver mynd? Ég hef ekki séð. Það er bara eitthvað 2020. Já, ég hef ekki séð held í nýja Seagal mynd bara í 20 ára eða eitthvað. En hérna... Já, þetta er besta myndin hans. Þetta er besta myndin hans. Já, þetta er besta myndin hans. Og ég meina, við vitum báðir að, kökuatriðið gerði okkar að mönnum. Gerði marga strákaða mönnum. Já, 100%. og þeir sem þeir vita. Já, við þurfum ekki að ræða það fyrir ykkar. Legendary atrið, sem að Seagal veist bara sett inn sjálfur. Þetta er svo fyndið, hann alltaf líka með í dag, ef að Seagal hefði farið gegnum MeToo-dæmið, með það sem maður hefur lesið, þetta er bara eitthvað skítæll og algjör svona hann er umdeldur, en hafa vist á þeim tíma, hann vildi fá eitthvað fútt í myndina, smá nekt og eitthvað, en 90s var fullt af þessu, 80s líka. Já. Under Siege er trubluð. Ég ætla ennþá að gera kommentir þátt með Kíló, félagvinnum, við ætlum að hóra Under Siege. Ég er ekkert eðlilega mikið til í það. Já, ég ætla að gera það fyrir 1,5 ári síðan, ég ætla að reyna að gera það fyrir áramótin. Og það er svo mikið af bara einhver svona skemmtilegu bulli í myndinni. Og það líka gleymist að Tommy Lee Jones er í þessari mynd. Ég gleymi því ekki. Hvað var honum borgað? Hvaða samning var hann búinn að skrifa undir?
þeim til varnar, þetta er pottet solid 100. Já, þú veist, þeir fengu Tommy Lee Jones og Gary Busey til að vera í myndinni. Þeir sögðu bara, þetta er Die Hard bara í skipi. Þeir bara, ok, ég til. Já, þetta er Die Hard í skipi. Þetta var þannig. Já, og manst þetta Q-Ball. Já. Það er bara eitthvað svona einu karti, svo kemur hann að show me a move, og svo í endan... Yo, Casey, eitthvað. Já, svo í endan kemur hann þannig að, þú veist, Yo, Casey, show me a move. Já, ég hugsa það. I'll show you a move. Grípur hann og kissir hann. Hún er búin að gera ekkert nema að drulli yfir hann alla myndina. Þú veist, þetta var bara algjörlega samingislaust. Þetta var bara Seagal, mig langar í sleik. Ég að segja, hann vildi bara fá hann í myndina út af því. Hann laði kela hana. En ég vel líka að spyrja þig, að því í Under Siege 1, hann er ekki með tagl. Nei, hann er alltaf skandall. Já, þannig að þú kýst mæntalega frekar takk Seagal. Já, ég hef lúmst gaman af Seagal með tagl og bumbu. Mér fannst, hann var orðið svo... Þetta er orðið svo mikið djók í setni... Það má alveg hafa gaman, eins og í Under Siege 2, það er bara skemmtileg mynd. Já. En þetta er orðið, í setni tíð, þetta er orðið svo ógeðslega hallarsett. Hann var alveg cool. Þú veist, svo er líka svo... það ekki? Svo líka svo fyndið þegar hann er að leika eitthvað svona, þú veist, og maður hefur séð eitthvað svona þar sem að hann er að leika eitthvað svona, þar sem að hann er að tala við einhver svona cool svarta gaura og hann er með svona mannerisms frá þeim og eitthvað, ey, jó. Fitta svo vel inn í hópin. Já, bara eitthvað svona, horfða á einhverja mynd dæmi og svo var alveg hræðileg, sko. Gömul? Já. Hvað er með það? Ég man ekki hvað hún heitir. Mástu eitthvað ekki gerist í, er það Auto Justice? Nei, það er hérna Hard to Kill? Hann er einhver staðar þannig að hann er að berjast við einhverja Jamaica bú. Mark to Death? Já. Það er hann með lengsta, síðasta tagli held ég. Hann er langt tagli í þeirri mynd, minni mig. Ætli að sé hægt að tengja saman hversu langt tagli hann sé og hversu léleg myndin er. Þeim er lengra tagli, þeim er lélegri mynd. Hún er þetta ekki lélöst. Þá er ég að tala af gömlu, þá fyrst múl síst. En þetta er alltaf betur þetta nýja dótt. Já, ég meina, þú veist, við erum ekkert að ræða þetta nýja dótt, sko. Það er bara, já. En ég er í sjokki, góðu sjokki, það var Under Siege, að ég gjössalega dýrk þessa mynd. Þetta er frábær mynd. Og þú veist, þess að segja, þetta er ekkert nema bara one-liners og bara hérna. En þetta er svo cool, maður. Þetta er svo atrið þegar þið fara, Tommy Lee Jones sendi 2 gæja til þess að drepa hann í eldhúsinu. Hann er í kælinum. Það er geðveikt. Já. Það er að kasta hníf í hálsinu og þú veist, allt það er geggjað. Hann er einmitt til að kasta hníf í hálsinu á honum og hann tekur hnífin, a fucking cook. Þú veist, tekur hnífin úr bara eitthvað, þú veist, af því að Gary Busey var að segja, hann er bara kokkur. Þú veist, hann er góður með kokkanhnífa. Já. Og Tommy Lee Jones tekur, þú veist, hnífin úr og með bara eitthvað, kitchen knives. Og svo er sprengja og eitthvað, þú veist, í örbylgjófninum. Já, hann er búin að plana það. Þetta er geðveikt. Gæsóð. Þetta er, sko, eins og ég segi. Sturlumeld. Þetta er bara eitt af mínum uppáhaldsmyndum. Já. Þú veist, og hérna... Eðlilega. En þetta er geðveik. Under Siege, hvað er að toppa hana, maður? Þér finnst nummer 1 ekki jafn góð, Mér finnst þú drasl. Þú ert að stressa hana. Nei. Þú ert að koma með eitthvað algjört, þú ert að enda hana þátt umulega. Ég eiginlega gæti svissa út 1 og 2, en samt ekki, en... Predator? Nei. Ég er Predator-bollan sem binnið félagum. Já. Þú ert ekki með Predator? Nei. Hvað ertu með, ef þú ert með Predator, þá er ég alveg afsakaði, sko. Já. Hún kom út 98, nummer 1. Og hérna... Númer 1? Já. Á ég að fara í númer 1, erum við búin með Under Siege? Já, númer 1, já, ég ætla að tala um að þetta væri, það hefði gert framhaldsmyndi síðan og þetta væri, nei, já, förum í, ég er alltaf ekki að tala endlast um Under Siege, en förum í númer 1. Við þurfum að gera bara, þú veist, já. Ég ætla að gera Under Siege commentary þátt. Já. En hérna, já. Komdu með það. Númer 1, þú ert stressaður. Er Rush Hour. Það er eins og, það er sko... Ok, þú komst á óvart þarna. Ef þú myndir lesa hann lista, þá er ég bara maður í geðrófi. Ég meina, þú ert með sko, ef við tökum bara nummer 1 og 10, snerting, og svo Rush Hour. Já, ég er innan með nummer 1, nummer 10, íslensk romantísk mynd, nummer 1, Rush Hour. Ok, Rush Hour, ég var persónulega aldrei hrifin að þessu. Nei. Kom þú með, seldum þessu mynd, af hverju ég horfa aftur á hana?
basically þetta eru ég horfði nýlega með kærastunni minni á 1, 2 og 3 þetta eru mjög questionable myndir og það mjög áberandi af hverju Brett Ratner var cancelað og það eru atriði í þessum myndum sem eru bara þú veist, eins og í númer 2 þá segir Jackie Chan við Chris Tucker I'll bitch slap you back to Africa og maður bara svona já, já þannig já, það fullt af þessum bröndurum og það endalaust af svona bröndurum í myndinni sem kannski ekki fljúga í dag nei og bara, þú veist, og í númer 3 þá stelpan sem að þeir bjarga í númer 1 já. Þá hún orðin eitthvað 20 ára og Chris Tucker karakterinn að knúsa hana bara eitthvað og bara, það svo gott að sjá þig aftur veist, svona mjög óviðandi já, þú veist, það mjög óviðandi þú veist, og eins og ég segi bara þegar ég horfi aftur á það núna þá bara mjög mikið af bröndurum þannig að það sem var svona en Ratner var einmitt leiksturinn, hann var já, hún var properly cancelað já, hann var eitthvað skítal og maður sér það bara þegar maður horfir á myndinar en Rush Hour 1 frábær mynd þú ert alveg þar sko, okay. Frábær mynd ok, sem sagt, við leigðum hana fjölskyldan við leigðum hana á Waff.s þetta bara nostalgíutrip þetta bara nostalgíutrip, við leigðum hana á Waff.s og svo týndum við hulstrinu þannig við gátum ekki skilað henni þurftu þú ekki svona að borga fyrir hana? Jú. Stáluðu myndinni? Nei, við skiluðum henni bara eftir 2 vikur ég horfði á hana hverjum einasta degi í 2 vikur og svo eftir að hafa hort á hana hverjum einasta degi í 2 vikur þá byrjaði ég í karate já, hún var til þess að þú fórst já, ok, þá skil ég var alltaf ógeðslega hrifinn af þessu en þetta var svona, þú veist ok, þá á hún að skila að vera svona já, ég var ekki alveg búin að tengja það er þetta myndir sem fekk þig þetta bara pjúra persónleg tenging en það þú veist, eins og ég sagði við þig ég horfði á hana Rush Hour þættina ég vissi það ekki sem ég heyrti að þau en þú veist, það getur engin það getur engin matchað physicalityið hjá Jackie Chan nei, þú ríkastar hann ekkert bara nei, þú veist, og mér sé í dag getur það ekki nei og þú veist, það atrið þannig að það sem hann að fara inn í eitthvað sendiráð þú veist, og þeir voru eitthvað hana, já, kannski komum við með stiga og eitthvað og Jackie Chan bara eitthvað, já hvað með ef ég stekk bara þarna og þarna svo bara þegar þú horfir á þetta var bara CGI-að í dag Jackie Chan bara gerði þetta já, og það líka eins og með hann fyrir utan náttúrulega hvað hann hæfileikaríkur hann með svo mikið sjarma það gaman að horfa á hann skilur, ekki bara þannig að slást, það bara gaman að horfa á Jackie Chan já, og hann góður leikari hann leikur í hérna mynd sem heitir The Foreigner sem bara drama actionmynd ég átt að sjá hana, ég heyrði góða hluti ég glimti þessar mynd svolítið það bara mjög alvarleg mynd en action líka í henni, ekki? Það bara mjög alvarleg mynd sem bara actionmynd og það er bara actionmynd það er engin komedía, það bara actionmynd en þetta kannski meira svona grounded action? Já, 100% já, ég myndi og hann leikur hana gamlan kínverskan Special Forces gæja Pierce Brosnan í þessari mynd einmitt og var þetta Martin Campbell sem gera það? Ég man það ekki ég verða að doppeltjekka, ok, ég að hlusta það en svo finnst mér finnst líka sko Chris Tucker ógeðslega fyndinn í myndinni Chris Tucker náttúrulega ógeðslega fyndinn gaur og þú veist, og þú einhvern veginn svona jú, það rétt sem þú getur ekki fengið einhvern sem sko þú veist, sem jafn góður uppistandar og Chris Tucker og með sama physicality og Jackie Chan nei. Þú getur ekki ríkastað eitt besta uppistandara ever og Jackie Chan þú veist, ég hef ekki mikla skoðanir á því en það bara talað Chris Tucker sem eitt af bestu uppistandurum ever hann alltaf á þessum tíma þá var hann bara uppistandari hvað sagði hann var 98 þessi mynd já ég þarf að sjá hann aftur ég hef ekki séð hann í 20 eitthvað ár nei, en þú veist hann skemmtileg sem sagt mér finnst hún skemmtileg þegar ég horfa á hana í dag nú hef ég enga svona nostalgíu tengingu við hana heldur mér finnst það svona skemmtileg ég var ekki mikill Chris Tucker maður ég veit ekki hann eyðilaði bara allt fyrir sér hjá mér í Fifth Element ég hef ekki séð hana þú hefur ekki séð Fifth Element ekki svo í muni hann leikur eitthvað svona DJ þar og hann svo ógeðslega svona pirrandi svona samt smá skemmtilegur en samt hann svolítið þannig í þessari mynd líka ég ekkert viss að hávær já
horfðu frekar á The Whale. Og þetta kan frekar Whale. Já, taktu frekar The Whale. Whale og snertingu. Já, þú veist. Á ég enda á Rushhour. Láttu bara þessa fyrstu topp 4 hjá mér vera. En, segðu mér, fyrst út svo mikill Rushhour maður. Þær allar skemmtilegar? Það er ekki 3? Já, ég fíla þær allar. Þær eru allar nostalgíu. En lækkar þetta alltaf? Þú veist, fyrsta best, svo 2003? Já, ég hafði ekki séð þær í langan tíma fyrir en ég horfði á þær aftur daginn. Þetta var í fyrsta skipti sem ég horfði á þær daginn, þar sem að voru nokkur svona moment, bara svona, þurfum við að tala að senda. Rasista grín. Já, rasista grín og eitthvað svona. Og það er mjög áberandi, þú veist, það eru svo mikið af óþægilegum momentum, þú veist, sem eru bara eitthvað svona, já. Með stelpuna það? Já, með stelpuna. Og svo bara eitthvað, ef þú ert bara, ef þú, skilur mig, kynnist einhverju stelpu þegar hún er 10 ára, og svo verður hún 20 ára og þú ert bara dett í 50 og þú ert bara, hey, nice. Það er bara... Það er ekki gott. Það er ekki gott. Hvað segir þú þetta að klippa þáttir eða eitthvað? Nei, aldrei, þú fucking fyndið. Horfðu til Varda, hún allana lögleg þegar hann hef hann að reyna við hana. Nei, en ég man ekki þetta. Hann var bara með svona lingering knús. Já, þetta var svona óveðandi og það er. Og svo Ég meina, kissast þau myndið? Nei. Nei, ok. En svo er svo þú veist, í númer 2, þá er þeir að nei, það er númer 3, þar sem að þau eru að leita af einhverjum svona lista, þú veist, sem á að vera listin yfir alla kínversku mafíur svona og eitthvað. Já. Svo kemur í ljós að einhver pía er með það tattúerað á hnakkan. Ok. Og hún er með hárkollu. Og hún tekur af sér hárkollun og Chris Tucker er bara, oh my god, ég fór í steik við kallmann. Af því að þetta er sköll af kona. Það fengi ekki að fljúga í dag. Nei, ég meina, þú veist, tala um brandara, þú veist, þetta eru bara óviðandi kynferðislegi brandarar og rasismi til skiptis. Og að henda nummer 1 hér. Já. Klippum út fyrstu myndina hér. Þetta átti nú að vera gaman. Ég tókst að eðilega það. Þetta er bara fyndið. Ok, Rushhour, þetta er mjög áhugalisti og það er rétt sér, hann komur ávart og náður að sjokkara mig. Þú veist, og eins og ég segi, þú veist, það hefði ekki verið svona, mér fannst það ekki vera svona trú til mín að hafa bara að reyna að velja. Citizen Kane og eitthvað. Já, eða þú veist, að reyna að velja, þú veist, bara, þú veist, mér langaði ekki að koma og tala bara þú veist, bíómyndir eins og, þú veist, bara bíómyndir sem að mér bara svona genuinely fannst góðar. Já. Þú veist, mér langaði að hafa upp á alls myndirna mínar. Þú voru að hafa eitthvað fútt í þessu, þú er með þú er alltaf bara Under Siege pickið, það bjargaði deginum. Þú getur sett restina ekkert verið Fast and Furious. Og ég hef fyrirgefið það að því varst með Under Siege. Bara frá 10 til 2 er Fast and Furious og svo bara númer 1 Under Siege. Mér finnst þú bara það góð. Enn og aftur, það hljómar svo gæi sem ég myndi vilja fá með bjóra með. Já, ég vil fá hann í podcasti. Já, 100%. Eða stelpuna, kannski einhver stelpan úti sem að dýrka Fast and Furious. Nei. Svona mikið. Ef það er einhver pía þarna úti sem að bara dýrkar Under Siege 1 og 2. Það bara, sú manneskja, það bara koma í þáttinn. Bara sem fyrst, sko. Ég meina, Under Siege, ef þú segist fíla Under Siege, ég tala ekki að fíla líka 2, þá ertu topp maður í mínum bókum. Sko, númer 2 er bara svo fyndin. Þú veist, það er bara, þú veist, þess að hann einhvern tíma þá, þú veist, þá er hann aftur, þú veist, þeir held að hann væri dauður, af því hann feikaði dauðan sinni eitthvað. Og svo mannst ekki eftir stóra ljósarða hensmenninum í krúinu í númer 2. Já. Svo er hann alveg þegar að loka baráttunar að byrja, þá er hann Casey fucking right back. Það er ekki tala bara aðal úttakandi? Jú. Nei, aðal vondikallin nummer 2 var hann hakkarinn. Já, ok, ég er að tala aðal málalegin sem vinnur fyrir. Jú. Já. Var hann ljósa? Var hann ekki gráhærður? Jú, gæti að verið. Hann fucking svalur. Já, ég er að fara, þú veist, ég er að fara að taka Under Siege 2 í kvöld. Þú ert bara að fara að taka eitthvað svona, bara eitthvað tilfinningalegt drama. Hvað ætlaði ég að taka í kvöld? Já, þú ætlaði að taka The Whale. The Whale. Þú ætlaði bara að taka eitthvað svona sem maður grenjar yfir. Ég ætlaði bara að fara Under Siege. Under Siege 2 er geðveik. Ég hefði getið tekið eitthvað hot take með hana, bara Under Siege 2 er betra en
90 bíómyndum. Ég meina, þú veist, þessar myndir líka, Under Siege, Virkar. þær vita nákvæmlega fyrir hvað þær eru. Það ekki verið að reyna, og ég held að tala þetta í svona, þú veist, þegar við vorum einhvern tímann að stúdera einhverja markaðsfræði fyrir þjálfun, og það talaði það, þú veist, að þú sér þjálfara sem bara, já, ég sérhæfi mig í byggingu og vöðmassa, fitubrennslu, liðleika þjálfun og þolþjálfun fyrir byrjendur og lengra komna og íþróttafólk. Ok, það ekkert eftir. Þú veist, þú ert ekki að sérhæfa það í neinu. Nei. Þetta bara allt. Og væntanlega það ekki mjög góður. Já, í staðinn fyrir að segja bara, ég sérhæfi mig í byggingu og vöðmassa. Ég sérhæfi mig í þessu. Og þetta eru kúnnanir sem ég að leitast eftir. Veist, þetta stundum vanta í bíómyndir að ef þú ætlar að gera bara, hefur þú séð The Terminal List sem var sería á Prime. Pratt? Já. Nei, ég vil ekki séð hana. Þetta ekki svona Special Forces herdótt eitthvað? Jú, það góð sería og það góða bækur eftir Jack Carr. Og Jack Carr var Navy SEAL sjálfur. Já. Og hann talar það í bókinni að allt sem hann að lýsa raunveruleiki. Þú veist, af því að hann var Navy SEAL sniper og hann að skrifa Navy SEAL sniper og hann segir að öll svona tæknileg atriði sem hann að lýsa í bókinni eru ekta. Og og svo þeir eru að gera aksjónsennunar í Terminal List þáttunum, þá eru þeir með 4-5 Navy SEAL gaura að leiðbeina þeim, þannig að þetta bara svona myndi þetta actually gerast. Já, einmitt. Raunverulegt. En það mitt, ég upplifði það þegar ég var að hlusta á þær bækur, að þá fannst mér þetta bara svona skáldsögur, en þær eru fyrir the bros. Þú veist, þetta bara svona action skáldsögur fyrir bara the guys, skilurðu mig. Við erum ekki eitthvað svona... Það ekki alltaf leið? Já, við þurfum ekki að hafa, þú veist, við erum ekki að reyna að fylla einhvern kvóta, skilurðu. Þú veist, við erum bara að gera action-seríu, þú veist, og sástu myndina hvað heitir hann aftur leikstjórinn, hann gerði Transformers og Teenage Mutant Ninja Turtles eitthvað ertu að tala Michael Bay. Já, hann gerði náttúrulega, hann framleiti bara Turtles. Já, Michael Bay. Og ég hef horfið á mynd sem heitir Ambulance. Já, ég var hann eftir. Já, það er bara Michael Bay að sprengja hluti og það er bara einföld saga, það er bara heit gella, sprengingar og Michael Bay action og þú bara hvað þarftu meira? En svo líka, ef þú horfur á margar Michael Bay myndir, þá sérst alveg, hann hefur mikinn áhuga á sprengingum og hasar og fallegum konum. Já. Og það fer ekkert vilja mála. Nei. Hvað að því? Ekki það. Nei. Og mér var það svo gott, þú veist, þegar bara svona, ég held ég hefði sendið þetta einhvern tímann á þig, að það er svo gaman, þú veist, að sjá Michael Bay bara svona fara aftur bara to his roots. Þú veist, þú ert bara með einhvern svona over the top villan sem er bara borderline asnalegur. En sleppur þetta samt? Já. Þú veist, mér fannst þetta bara drullu gaman. Ambulance? Já, af því að þetta er bara eitthvað svona, það er bara einhver heitgella, það er bara fullt af sprengingum, fullt af byssum, vondi kallinni gett, vondur, skilurðu mig. Keyra hratt, sprengja hluti, heitgella, keyra hratt, sprengja hluti. Ég bara nefna það svo 4 sinnum, heitgella. Er það margar eða var þetta bara ein? Þetta var bara ein. Og það heit að þú þurft að nefna 4 sinnum. Já, ég sé svolítið eftir þessu. Það er að klippa þetta út. Það fullt af hlutum, ég er búin að tala ég veit það. Borderline rasisma með Snape, svo er ég bara að tala kökuatriði Under Siege. Ég er bara... Þetta er allt innan marka. Ég er ekki nóg frægur til að vera cancelað, þetta er allt í lagi. Það er líka, það er búið. Já. Það er búið. Og það er líka svo fyndið. Það var öllum að cancela eitthvað svona. Svo ákvað Netflix einu sinni að cancela ekki Dave Chappelle. Þá var það geðað vinsælt að cancela ekki fólki. Sýndi bara það að öll þessi fyrirtæki voru fulla skít. Þau voru bara að gera það sem að þérnaði peninga. Þetta var líka, ég ætla ekki að fara eitthvað langt svona spjall. Þetta var alltaf komið í algjör öfgar. Já. Og þú veist, ég nenni þess ekkert. Og ég vil líka bara hafa það þannig að fólk geti rætt hluti og líka rætt erfiða hluti. Og fólk það líka bara að sætta sig við það. Sumt kannski vill fólk ekki heyra, þá getur bara slögt. Já. Þú veist, mér finnst það bara mjög einfalt. Já. Eins og í þessum saklust og þætti okkar núna, það er ekki svo við rætt eitthvað svakalega, við hefum alveg rætt
þung kannski og erfið málefni, en hvað, vorum við að dæma eitthvað sko fólk í þessu þætti? Nei. Ég held að það hafi verið margir sem að slöktu á þættinum þegar ég sagði að Friends væri ofmetið drasl. Ég er búin að missa allar hlustundur. Þetta er alltaf lagi, vilja, það er ekki að hlusta á það. Þetta er alltaf lagi. Ég ætla að horfa á kamerun og segja það. Horfa á kamerun og segja það. Herri, við erum búin að spjalla hana svolítið lengi. Já. Þetta var svona ógeðslega gaman. Já, mjög gaman. Lengri þáttur en ég reiknaði með. Það er alltaf gaman, það maður lendir á góðum gesti og skemmtileg spjalli. Áður en ég þakkaði fyrir komuna, þá vil ég enda þáttunum því að segja við ykkur sem að hlusta og horfa, takk fyrir að hlusta á podcasti. Ég er búin að vera smá pásu og gerði hann að súpa þáttun í júlí. Þó ég hafi verið sumarfríi, núna svona mitt fjölskyldulíf, það er aðeins var að róast, yngri strákunum koni aðluna leikskóla og svona, og ég alveg bara, núna kannski hef ég smá meiri tíma fyrir podcastið, þannig ég ætla að fara að keyra á fleiri þætti og líka út af spilinu mínu sem ég ætla að gefa út fyrir jól. Bíóblaði spurningaspil, einfaldur, nettur, appelsínugulur kassi, 1000 spurningar fyrir alla nörda. Vili, takk kærlega fyrir komuna, það var mjög skemmt. Takk fyrir mig.